Jæja, Óli, þetta byrjað. Já, heyrðu. Verið hjartalega velkomin hér. Við erum að reyna að fá sjónvarpið til þess að virka fyrir ykkur. En það gengur eitthvað brösulega. En verið hjartalega velkomin hér á lokadag Elko deildarinnar. Ég heiti Ólafur Hrafn Steinarsson, með mér er Gabriela. Velkomin. Takk fyrir. Þú er ekki verið hérna frammi áður? Nei, ég er alltaf inn í herbygginu bara, prodúserherbygginu. Ertu ekki með svona víðáttu brjálaði núna? Jú, þetta er pínu skrítið, sko. Ég á heima þarna eiginlega, sko. Já. En ég er til í þetta, mér er alltaf langa að prófa að vera frammi. Já, það er hvergi betri tími til að prófa heldur en núna. True. Við erum með gullblöðrur á borðinu því að það er gulldagur í dag. Já. Það er lokakeppnin og fyrirkomulagið á lokakeppninni í þetta skiptið er einstaklingskeppni eða solos og við erum með rétt yfir 20 skráða þátttakendur sem eru mættir hér og búin að setja upp í arena. Já. Stærsta fréttin kannski engin Dinas. Engin Dinas, hvar er Dinas? Hann er örugglega synd einhvers staðar. Pottet er einhvers staðar, sko. En fyrir utan Dinas þá erum við með svona alla usual suspects. Já. Það eru svona flestir sem við búumst við erum að sjá skipa sér á svona efri hluta stigatöflunar sem eru mættir hérna í dag. Og svo erum við náttúrulega líka með bara, myndi ég segja, metnaðarfullu spilarana sem eru ennþá að reyna að vinna sig upp. Já, algjörlega. Þannig að þeir eru mættir. Kannski spurning, sko, ef ég geti fengið framleiðslutími til þess að setja á skjáin minn, já, einmitt, það er eins og sér að lesa hugsanir mínar. Þá getum við farið í gegnum þetta. Við erum með hérna í dag, við erum með F.A. Stuffy, við erum með Jensínu, F.A. Þorra, við erum með Kristo, við erum með iKristo. Þannig að iKristo er mættur til þess að verja LAN-krúnuna sína. Við erum með Sigmar, við erum með Steffen, við erum með Alex, Hlassi. Nú er ég ekki viss hver Hlassi er. Nei. Gæti verið nýr leikmaður. Við erum með Lexa. Við erum með Gunna. Ég held ég hef ekki séð Gunna heldur. Gnarr, Lester, Glazy, Muxis, sem er annar sem ég er ekki viss hvort það hefur verið áður. Nei, ekki heldur. Fylkir Gunnar, Emil, Dr. Hákon og Dagur. Já, Dr. Hákon, hann er að koma í mótastjórnina. Já, geggjaður, sko. Spennt að fá hann. Já, það er alltaf gott að fá góða liðsinni, en þetta er allavega, þetta verður, hvað getur sagt, þetta verður góð keppni í dag, þrátt fyrir það að við séum ekki með 50 plus mannsinn og server, þá erum við með leikmenn sem eru að fara að gefa okkur öðrum, myndi ég segja, sko, ansi erfiða keppni. Já. Ég vil helst svona nefna það nokkra, iKristo. Augljóslega, við erum að fylgjast með honum. Hann er að verja krúnuna sína og hann hefur unnið alla LAN-viðburði. Já, ég veit það. Það er rosalegt. Þannig að hann vann lokakvöldið season 1, hann vann Rigg og núna hefur hann tækifæri á að vinna lokakvöld season 2. Já. Svo erum við með Jensínu
Jensína náttúrulega hluti af Sigur tríóinu, ef ég man rétt, hjá Sigur dúóinu með Denasi. Já. Þannig að við vitum það að Jensína og, já líka, ég held að þeir hafi líka verið saman í tríós, Denas, Jensína og Kristó. Jú. Og svo, þannig að við vitum að Jensína er virkilega öflugur spilari. Virkilega góður, sko. Þannig að áhugavert að sjá hvað hann getur komið með á borðinu. Svo erum við með Kristó. Já. Sigur sæðlasti spilari fyrir utan Denas og Kristó. Já. Og sjónvarpið alltaf með. Ég veit það. En sko, já, þú veist, svo núna heyri ég sko framlýstanlega fikta, en ég bara, mér langar bara að slökka á sjónvarpinu. Það er ekki hægt, eða? Nei, greinilega ekki. Jú, byrju. Það er líka spennandi að sjá Kristó og Kristó, hver mun á hægrándinu? Það er nefnilega, það er spurningin, sko. Það er spennandi, sko. Það er nefnilega stóra spurningin. Svo náttúrulega Sigmar, hann búinn að vera virkilega sterkur. Var ekki, hann var með Kristó í squad og tríó og dúó, nei. Ég er ekki viss með dúó. Þeir allavega að spila saman. Já. Svo náttúrulega Gnar, búinn að vera stöðugt þokkalega góður, Lester, alltaf jafn árásagjarn og skemmtilegt að fylgjast með honum. Já, virkilega. Emil, hún standi sig mjög vel í gegnum tíðina, Dr. Hákon, Dagur líka búinn að eiga flotta leiki, þannig að ég myndi segja að séu fullt af, já, svona náttúrulega FH Stöffi, svona stígandi búinn að vera í honum, búinn að vera að bæta sér rosalega mikið, búinn að líða núna smá frá skot tímabilinu og áhugavert að sjá hvort hann hafi bætt sig. Og líka sko, verð nú að segja skipið í toilet. Já. Hann er búinn að standa sig ógeðslega vel og hann er svona rising star hjá mér. Ég hef fulla trú á því. Já, hann er búinn að standa sig mjög vel að þetta er ógeðslega erfitt lobby. Já, allan daginn. Þú veist, og hann er ungur. Hann er mjög ungur, var á palli í ungmennamótinu til dæmis. Já, þú veist. Þannig að við vitum alveg hvað hann getur gert, en þarna, hérna er hann að synda í djúpulauginni. Algjörlega. Það er bara þannig. En hann næri alltaf, þú veist, hann deyr ekkert strax, sko. Nei. Skilurðu? Nei, hann á alveg róð í þessar leikmenn. Já. Þetta er bara með yngri spilara, að þá er það alltaf, sko, þú veist, færnin í leiknum sjálfur. Mechanics, að geta skotið, að geta miðað, geta hlaupið og allt það. Það er fyrst að koma. Já. Og það er eitthvað sem Þórir er alveg 100% með. Algjörlega. Það sem að kemur síðan bara með aldrinum og með reynslunni er þessi taktíska hugsun. Já. Það er líka bara getan á að fara út úr bardugum stundum þegar þú ert að tapa, þú veist, hvenær áttu að pressa, hvenær áttu að bakka, hvenær áttu að bara, þú veist, reyna að koma þér í burtu. Já, nákvæmlega. Hvaða bardaga áttu að taka og hvenær. Já, einmitt. Já, þannig að þetta er svolítið svona, þú veist, þetta eru hlutinir sem þroskast eftir bara aldri. Já. Það er bara þannig. Já. Heyrðu, við vorum að fá geggjaða fréttir. Við erum bara tilbúin að fara að henda okkur inn í fyrsta leik. Geggjað. Við ætlum að reyna að spila 4 leiki hér í dag og sjá hver stendur uppi sem sigurvegari hér á lokakvöldinu. Sigurvegari fær í sinn hlut þennan frábæra byggar og svo erum við að sjálfsögðu með medalíu líka. Og andra vinninga hér, eins og þennan skemmtilega ljósa skáp sem að leiði að geyma töluleikina hérna á fjárstýringarnar á góðum stað og ætti að gera öll herbyggi rosalega kúl og fjárstýringu? Mig langar eiginlega bara í þessa fjárstýringu. Já, mig líka. Má ég ekki hún er geggjuð, sko. En herru, við erum tilbúin að ég held að henda okkur inn í fyrsta leik. Þannig að þegar hann er tilbúin að þá bara tundrum okkur að stað. Yes. Já. Núna má taka spilaralistan í burtu af skjánum. Þarna erum við. Glazy. Sjáum við hvað við erum að gera. Hopeful Height. Það ætla að vera Glazy staðurinn. Hann er aðleitt þar. Já. Greinilega veit samt nákvæmlega hvar allt er. Já. Sáðum bara strax á hvað hefur sagt, bara svona leiðinni sem hann valdi frá því hann lendi. Já. Hann lendi beint á 3 kistum, opnaði þær mjög snögglega og strax kominn tilbúinn til þess að berjast. Og það er hlutur sem ég mæli með, bara allir sem eru kannski að horfa og eru að spá, heyrðu, hvernig get ég bætt mig snemma í leiknum. Gerið nákvæmlega þetta. Veljið ykkur einhvern stað til að lenda á, lendið alltaf á sama stað í sama húsi og nákvæmlega eins. En heyrðu, býttu tikka Magnús! Oh my god! Nei, Mögsis! Að taka hérna Kristó!
Og býtum, Muxins að komi með mæta strömgun. Já, what? Já, þeir verið hérna í Black Marketinu. Já, þeir hafa báði lent á því og ætla bara að challengea hvern annan snemma. Og það er náttúrulega áhugavert að því að núna með þess að ef þú ert komið með Legendary Outlaw kortið, að þá þegar þú ferð hérna inn, að þá færðu dilbit úr kistunni sem er inn í lokaða herbergi, getur strax keyptir einhverja byssu. Og núna, já, þetta var svo sem AI að flýja. En við getum sagt það að þetta er virkilega sterk byrjun hérna fyrir Muxis. Ekkert smá. Komið með fellu 2 stig á borðið og situr hérna á Mythic Drumgun frá Midas. Og fyrir þá sem hafa ekki reynslu að því að nota hana, hún er virkilega góð. Hún er í raun og veru, sko, þetta er svona svolítið eins og Assault Rifle sem skýtur eins og SMG. Já. Þannig að þú getur notað hana lengra færi og svo er hún með hennan hitaskóp sem að gerir alla gullita spilarana. Við sáum það þarna östnögt þegar hann miðaði inn á AI-ið. Það gerir það rosalega auðvelt að sjá hvar spilarar eru og finna glufur til dæmis. Ef einhver er að halda línu í gegnum eitthvað edit, þá getur þú séð mjög auðveldlega hvort þú skota á hann eða ekki. Er þetta svona thermoskóp þá? Já, þannig að sér alla í runnana og allt. Já. Og ég sko, að minni reynslu, þrátt fyrir það að það komið mest úr Zero Builds, að þá bara ferða svolítið sko through the roof þegar að sigur hlutfallið mitt þegar ég fæ mæta strömgun sko. Já, hún er geðveik sko. Við sjáum við kylfuna góðu, hún er ennþá til staðar. Eitt að fáa mobilityinu sem að þeir eru með leikmennir. Ætli Rocket sé, veistu það? Borinn þá eða? Já. Ég myndi búast við því sko. Það er svona common loot. Búið að nerfa hann líka aðeins. Ég sagði að núna tekur þér fall damage ef að þú notar hann ekki rétt. Já, ok. Þannig að kemur ekkert óvart ef hann verið hérna inni. Sem að það spilar eru vel dreifðir kortið og eitt af því sem ég var svolítið að spá í hérna áður en við fórum í beina útsendingu þá var hvort að spilarar myndu vera að opna þessi volts. Einmitt. Og mér sýnist það svona snemma að spilarar eru ekki að því. Nei. Stöffi hérna. Sitja Glazy. En er það út af þeir hrættir kannski að vera margir hérna inni og deyja strax? Þú veist? Já, þú veist, þetta er bara svona, ef þú ert í duos eða trios, þá ertu með ákveðna verkaskiptingu sem þú getur verið með. Þannig að þú getur verið með einn til dæmis sem er að hérna gunna, skjóta á gnar. En þá getur þú verið með einn til dæmis sem er að taka NPC-ana sem er að spawna, annar er að hérna pickaxa pinnana sem þú getur flýtt fyrir. Já. Og það er minna vesen ef einhver ákveður að third party þig. Já, algjörlega. En núna þurfum að sjá þetta alveg einn og það getur verið erfitt. En hérna sjáum við buildfight, 1v1 buildfight hér á milli Theo Stuffy og Glazy. Akkurat núna Glazy með high groundið, Theo Stuffy búinn að boxa sig upp. Það er líka annar bardaði í gangi, Gunna hér á móti Gnar. Og það er sama 1v1 buildfight hér í gangi. Gunna búinn að koma sér hérna á high groundið. Nota mikið af Matt, reynir að edita og finna skot á Gnar, finnur það loksins en tekur hann svo sem ekkert of langt niður. Gunna situr á chug-chugginu líka, það mun koma sér vel. Við erum komin í hitfætið. Theo Stuffy hérna á móti Glazy. Stuffy fullt líf. Og þetta er svona einn af þessum bardöðum sem þú þarfst alltaf að spyrja þig. Þú veist, vil ég taka hann bardaða núna eða vil ég reyna að komast lengra inn í leikinn áður en ég fyrir að taka hann bardaða? Ég var akkurat að hugsa það. Þeir eru þarna rétt fyrir utan hring, þannig að munu þurfa að færa sig eftir smá. Theo Stuffy loksins búinn að fá tækifæri þarna til þess að koma sér út úr bóksinu, sá Glazy droppa og ákveður að nýta tækifæri til að koma sér í burtu. Og það er bara nákvæmlega það sem að, ég myndi segja að það væri sniðugt fyrir hann. Já. Gunna hér, hann er að reyna að vera svolítið sneaky á móti Gnar. Hann er búinn að ná að einhvern veginn fela sig. Gnar veit ekki á hann, en þarna kemur editið og Gunna stekkur út á Gnar. Næst átti ekki skotinu því miður fyrir Gunna en þetta var góður feluleikur sem að skilaði sér næstu í hjá honum. Þorri í góðu stöðum með þér. Já, Þorri horfir á þetta með eftirvæntingu, leitar að tækifæri. Já. Það er bara 21 build eftir á Gunna hérna. Og já, mest af heals hjá honum að klárast. Þarna kemur third partyið inn frá Þorra. Það er að koma smá skaða niður á Stuffy.
Nei, Gnar, ætla ég að segja. Þetta svona... Nú svona waiting game, sko. Já, Gunni að reyna að gera það sama og hann gerði áðan. Fela sig í kón og reyna að fá tækifæri til að stökkva þar út. Já. Glazy og Stuffy halda áfram að berjast hér. Þetta verður, sko, þetta er dýrt, þetta er tvöfalt dýrt hérna. Gnar þá að bakka út úr þessu, það er bara flott. En þetta er tvöfalt dýrt fyrir alla þessa aðilega sem að berjast hérna. Bæði eiga þeir séns á að falla snemma í leiknum og það er ekki gott fyrir þá, en á sama tíma þá eru þeir líka að eyða svo mikið af builds. Þú sér það að Glazy á 25 builds eftir og ef þú færð ekki tækifæri til þess að refresha og farma þig upp aftur, þá ertu bara, þá er endgameið þitt farið. Já. Það er svolítið slæmt, sko. Stuffy, hann er bara þolinmóður. Glazy aktívari aðilinn í þessum bardaga akkurat núna. Glazy er ekki til í að gefa þennan bardaga eftir. Nei, auðveldlega. hann þarf samt að eyða svo mikið af ammói til þess að taka, já. En sérðu eins og núna, 6 builds eftir hjá Glazy, þegar hann klára buildið sín, þá hefur hann ekkert erindi í þennan bardaga lengur. Nei. 4 build eftir og hann hugsa sig tvisvar og bakkar út. Og þetta er bara nákvæmlega það sem að, þú veist, hann á að gera þarna. Já, alveg. Hann ætti sennilega að vera búinn að gera þetta fyrir nokkrum mínútur síðan. Já. Fylgir Alex hér í bardaga á móti Kart. Kart sér ég glitta í Alexander en er ekki að ná að tengja skotin. Er hann að bakka? Ég held að sé að bakka. Þarna er ég ánægður með hérna, eins og Alex. Hann er bara að taka því rólega í þessum bardaga. Alex er þessum leikmunum sem mér finnst hafa verið að svona vaksa ásmegin svolítið, en hann var það svolítið gjarn að vera sko kannski svona of proaktífur í að reyna að gera hluti en hafði kannski ekki alveg getuna í það. Já. En núna gerði hann það bara mjög vel. Spilaði á styrklingan, hann vissi að hann var með hægri handa píkið. Ef að Kart ætlaði að koma og vera aggressífur niður á hann, þá hafði hann góðar leiðir til þess að díla við það. Já. Ekkert fíb, ekkert panik, Einmitt. bara vel spilað hann hjá Alex. Karti farið smá rúnt. Þessi bíll er svo lélegur, hann fyrir svo ógeðslega hægt. Hann fer rosalega hægt en á sama tíma einu bílarnir sem eru í boði hér eru þessi bílar. Já, ok, þetta. Þannig að og hann er með ansi mikið af lífi þó Já. að það sé auðvelt að hitta Já. hann. Og það er, getur við sagt, sko, öruggara að keyra þennan bíl núna heldur en að var að keyra hann til dæmis í tríós eða skot. Af því að núna er bara kannski einn leikmaður að skjóta á þig. Já. Og til þess að klára þennan bíl þá þarftu aðeins meira heldur en bara eina klippu úr einhverju vopni. Já. Kart fyllir á lífið. Og það er bara, við sjáum það þarna, þetta virðist alltaf vera metan hérna í þessum leikjum í dag. Það eru 2 byssur, það eru 3 healing items. Ég held að flestir séu að miða að því að vera eiginlega bara með akkurat þessa samsetningu og Kart er með hérna. Hann er með Mythic Burst AR. Burst AR-inn virkilega góður, sérstaklega í solos til þess að klára anstæðingar hratt. Svo er hann með pumpu og svo er hann með Chug, Splashes, Minis. Já, þetta er eiginlega bara AR og sjolla og svo bara movement og heals. Er það ekki bara málið? Jú, droppa Minis fyrir movement ef þú finnur það. Já. En ég held að allir séu að leita að akkurat þessu Chug, Splash combo. Af því að bara hreyfanleikinn og movement speedið sem þú færið úr Splashes Já, er svo algjörlega, mikilvægt. Já. Getur leyft þér að gera svo mikið af skemmtilegum playum. Sérstaklega, núna sá ég að það var, hver var það? Það var einhver sem var að hlaupa í burtu. Það var einhver með úlfamedalíuna sem lætur þér hlaupa hraðar. Já. Og ef þú ert með úlfamedalíuna, þú ert með gullæðið þarna sem að Stefán er með akkurat núna og þú ert með kiluna, þá hleypur bara á ljósa. Já, ég var að prófa það maður. Ég elska nefnilega þessa medalíu. Úlfa. Það er ógeðslega, þú hleypur hraðar heldur bíl, sko. Já, það er bara,
og þú hoppar bara, þú veist, 40 metrum í loftið og það er fáralega skemmtilegt að spila þannig. Sérstaklega þegar þú ert í zero build, finnst mér sko, af því að þá er maður oft meira sko að hlaupa til þess að fela sig. Ég veit það. En ekki bara builda. Þetta er mjög góður staður fyrir Steffen, við sjáum það, hann er að fá, hérna, hann er að fylla á metalið sitt, en svo gæti hann líka allt eins bara boksa sig upp hérna með allar tunnunar og verið þá með free heal. Það er geðveikt. Sýnist hann samt ætla ekki að gera það, hann ætla bara að færa sig áfram, veita af þessu ef hann þarf á því að halda. Einmitt. Jensín og Gnar. En þá bara einn leikmaður fallinn og það er Kristó. Ekki leikmaður sem við byggum svo sem við að myndi falla snemma. Enga veginn sko. Og það var á móti þessum TikTok Muxis. Steffen ætti að hafa heyrt í Emil þarna. Já. Núna er hann crouching. Mér sýnist á öllu að það sé ekki hérna að það sé ekki borinn. Hann sé ekki borinn. Annars væri fleiri með hann sko. Já. Gnar þarna heyrði í Muxis, sér hann núna, tengir 1-2 skotum og svo er bildað. Þarna sjáum við 5 leikmenn, ef við kíkjum á kortið niðri hægra megin, 5 leikmenn, ansi nálægt, 6 leikmenn, ansi nálægt hver öðrum. Þetta gæti orðið kaotískt ansi snögglega. Já, það er einhver fæti þarna. Ja, þú veist, þetta hefur bara mikil áhrif á ákvörðunartökunni hjá Gnar akkurat núna. Ætlar hann að halda áfram að leita eftir Muxi sinna, vitandi að það er annar bardagi í gangi einhvers staðar á bakvið hann. Jensína núna undir pressu hérna frá Þorra. Þorri með meira líf, hann er með fulla skjöld, en frábært skot þarna! Ennbá Þorri, en þá er það, hver er það? Sigmar sem er mættur í bardagan. Þorri samt á ekki loftið í boxinu. Og Sigmar droppar inn á hann þarna, kemur hann á óvart. Þetta var rosalegt maður. Það var frábært peace-control hjá Sigmari sem skilaði hann þessari fellu og óþægilegt þarna fyrir Þorra að ná ekki. Sá þetta peace-control maður, hann á kónið og loftið maður. Og Lester er að reyna að púsa Sigmar núna, tekinn, langt niður, skjöldurinn farinn. Sigmar hugsa sér tvisvar vill ekki láta third party að sig þarna, færi sig bara í svona relatíft öryggi þarna. Og það er Sigmar sem er með medalíuna. Sem er kannski ástæðan fyrir því þó hann er að keyra 3 heal items. Af því að hann þarf ekki... Já, Movementi. Það er næs. Eina sem er að hann getur ekki forðast fall damage með þessari medalíu, en þú getur gert það með killu. Já, ok. Er enginn að vinna með þetta? Hendi sér niður og pinga alla í kring? Jú, ég held að, þú veist, ég held bara að Sigmar búist ekki við að sé neitt nálægt honum. Nei. Þannig að það sé ekki tilgangur í því. Lester tók... Já, Lester búinn að taka út Muxis, hefnir þarna fyrir Kristó. Og sjáu Sigmar, hann er ekki séns að hann ætla að vera hérna með ekki allt fullt. Hann fór alla leið í Black Market til að kaupa 1 stóran pott. Hann er með fullt að nesti, sko. Og þá er Lester komið með drömgunnið Mætas. Það verður eitthvað. Ég myndi taka Chug í staðinn fyrir Minis þarna, sko. Já, þessi Minis, sko, eru með aðeins meira effective HP. En vandamálið er bara að þú getur ekki notað þér til þess að híla græna hílið, sko. Nei. Þannig að ég myndi persónulega kjósa að vera með Chug með 140 líf eftir til þess að geta bara toppa mig alveg upp ef þess er þörf. Og Gunnar hann er að taka Lester. Sennilega ekki bardagi sem að Gunnar endilega vill. Lester núna að fara að setja pressuna. Takk ekki kilfin á hann. Nei. Já, Lester hann að skjóta blind þarna bara inn í boxið hægri vinstri eða inn í runnan hægri vinstri. Að finna nokkur tökk á Gunnar, en þá er einhver bjargvættur mættur, Gunnar undir mikilli pressu. Lester að reyna að þvinga hann út í opið svæði. Ekki tekist að hinga til. Hann getur vitið þarna frá Gunnari, en Lester hann
vinnur pískutólið þarna, hann á vegginn, getur editað inn, Gunnar færir sér box og Lester heldur áfram að pressa, Gunnar byggir upp, vel gert þarna, ná bara hæggrátinu, alltaf að koma sér í örugt box ef anstæðingurinn er búinn að ná einhverju hlið af boxinu og Gunnar núna þarna, Lester nálægt í að hitta þessu skoti, Gunnar droppar. Einhver er búinn að vera að hitta, einhver hitti Gunnar þarna, það hefur væntanlega verið leikmaðurinn sem er að reyna third party að þetta. Núna sá ég ekki hver átti þennan ramp, mér sýndist Lester ná honum, þannig að hann var meðan písaðan að það inni. Hver er þetta nálægt? Það er spurningin, við sjáum það að hringurinn er að minnka mjög hratt núna. Kristó með frábæra stöðu upp á fjalli á hæggrátinu, er að láta kúlum rigna niður á Dr. Hákon akkurat núna. High Ground King. High Ground King, það er engin Kristó til þess að challengea núna, þannig að hann ætti að fá það frítt í þessum leik. Jep. Lester ennþá í baráttunum við Gunnar og ég verð að hrósa fylkistrákunum Alex og Gunnari hafa átt svolítið erfitt uppdráttar svona í gegnum tíðina í þessum móti en er að standa sem er stöku príði hérna í þeim börnum sem við höfum séð á taka hinga til. Gunnar tekinn lár þarna en hann er að gera frábærlega vel í að halda sér alltaf örugg. Já, algjörlega. Hann ætlar ekki að deyja, sko. Vá, þú veist. Lester hann ekkert smá tæpur Gunnar ennþá á lífi og loksins er hann fundinn en veistu Gunnar hann á bara tilkall til titilsins mestu framfarir bara eftir að hafa hort á þennan barda hann er búinn að þetta var frábært hjá honum á móti sterkur spilar að Lester vel spilað hlassi hér feldur af Gunnar og þetta er ekkert eðlilega geggja loadout sko Jep. Það var nú að vonast til þess að sjá hann vera bara með 12 splashes og bara sjálfug sko. Það hefði nú verið 150 builds, þú þarft ekkert að taka fight long range. Nei. Það er reyna að ná takkið þarna á Steffen, vita af einhverjum í runanum. Áhugavert að sjá þarna að leikmenn virðast vilja burst-riffilinn frekar heldur en nýja Twin Mag riffilinn. Já. Ég er meiri holo sko. Veist hún illuð? Já, ég er holo twister meginn í lífinu líka sko. Já, hún er geðveik. Mér finnst sko, ég er búinn að prófa Twin Maginn, það var alltaf upp á að spisa mín. Já, líka mér. Hún skýt bara of hægt. Ég veit það, þannig holoinn er best sko. Já. Ég er annarkvæmt holo við að burst þessa dagana. Emil hérna í smá bastli, búinn að búa sér til smá herbergi hérna í fjallshlíðinni. Hreyfir sig núna, nýtir hraðan frá splassinu og það að hann sé ekki að fara að taka fall damage haldandi á kilfunni til þess að koma sér alveg út á brúnarhringnum. Aðeins og langt þarna, en kemur ekki mikið að sök. Og Stöffi núna setja pressu á Emil er koma fljúandi þarna. Það er svo gaman að sjá það og taka þessi pumpuskot með haglabyssunni. Já. Það er margir komin í þarna. Já, Emil samt, hann er að gera alveg hárréttina. Hann er á undan öllum á rótitinu. Já. Og út af því að hringurinn er að færast sko, niður fjallið, þá er hann að nýta sér það tækifæri sem hann hefur mjög vel. Sem er bara, hann getur byggt eitt kón, eitt vegg eins og hann gerði þarna og þá ertu skjóli frá öllum sem eru fyrir aftan þig. Já. Well played sko. Kristó hann að ná nokkrum tökum. Ennþá 0 fellu samt sem aður en búinn að koma sér upp sterkri bækistöð hérna. Emil með holoinn. Já, hann er með holoinn maður. Úf! Það tekið niður látt þarna 25 hvít sem hann missir í lokinn. Fylgir Alex enn á lífi. Hann hefur komið sér í burtu úr bardaðanum sínum á móti, hvað var það ekki, Lester? Bara virkilega vel byggt inn í hringina hjá Alex. Já. Hvað eru þeir að kenna þeim í fylki? Er búið að vera stífar tunnelingæfingar þar? Þetta var frábærlega gert hjá þeim. Ég er bara credit where credit is due, sko. Bara Gunnar og Alex, Alex og fylki bara að vera mjög impressið. Já. Gnar og því og Stöffi þarna störukeppni.
Núna eru 3 sekúndur í að hringur hreyfist og þið sjáið, það þurfa allir að hreyfa sig. Þessi hringur er alfarið fyrir utan öruggasvæðið sem er akkurat núna og hvaða leið fólk ætlar að fara. Stöffi þarna grípur sjálf og sem tekur smá fall damage samt sem áður. Hann er að reyna einhvern veginn að komast aftan að Gnar og gerir það ágætlega en þá þarf hann að vinna sig upp hérna fjallið. Gnar er orðin lár. Stöffi hleypur inn í boxi með kilvuna. Þetta var vel gert. En það er núna, hann situr inn í hérna, hann situr inn í svona grenu. Steffenador að taka út Selt. Dagur hérna undir pressu frá Lester og þetta er það sem að Drömgurri gerir svo vel með svo marga kúlur. Þeir haldi pressunni svo lengi. Og Dagur hún í vesinni, Glazy tekur því og Stöffi, við erum komin í topp 10 hér. Dagur fallinn hérna á Sigmari. Þá er Lester. Veit Lester það? Hann er að reyna Sjáu þetta, hann hleypur þetta inn. Hann tekur vegginn eins lágt og hann kemst og svo notar hann pumpuna til þess að klára vegginn og hlaupa í gegn. Sigmar sem hann búinn að koma sér út þarna að ofan. Það gerir eftir fyrir hann erfiða fyrir Lester. Kristó horfir niður á þetta allt saman. Búinn að vera á hæggráttunum frá því snemma í leiknum. Glazy tekið mjög lár. Kristó þarf að droppa niður til að reyna að klára það en hann lendir samt líka þarna á Lester. Núna spotta Lester. Og þetta rótið þarna hjá Lester eða play hjá Lester ekki að virka. Hann var að reyna að finna Glazy líka. Á núna bara eitt líf eftir en Kristó Glazy truflar hann. Frá því að fókusa áfram á Lester. Og einhvern veginn er Glazy ennþá á lífi. Nei! Hvernig er hann ennþá á lífi? Ó nei! Lester er tekin út af Alex. Alex er líka með Glazy. Alex er bara að þurrka þetta upp. Emil tekur út Kristó hérna. Og þá eru 6 leikmenn eftir og fylgir Alex. Hann er einn af þeim. Hvað? Þetta var vel gert maður. Og erfitt rótið þarna. Fylgir Alex þarf að grípa sig með einhverju vegg. Hann fær tækifæri. Gunna þarna er boxaður upp. En það er engin builds eftir hjá Alex. Nei. Hann er að spila þetta 3. Það er eina sem hann getur gert. Hann er að vonast þess að Steffen láta hann í friði. En nei, hann fellur að lokum. Frábær leikur hjá fylki Alex, 7. sætið, nokkra fellur. Og Steffinator hér reynir að sópa upp lútið þarna en Dr. Hákon sá við honum. Það var Dr. Hákon og Sigmar hér. Og hver er síðasti leikmaður sem er á lífi? Það er Emil. Emil, Dr. Hákon og Sigmar. Þetta er spennandi maður. Dr. Hákon með hægrándi hér eins og er. Hringurinn heldur áfram að hreyfast. Sigmar fremstur í rótitinu með Emil fast á hæla sér. Og Dr. Hákon bara svolítið að leyfa þeim að berjast. Þá er Emil fallinn. Það er Sigmar hér á móti Dr. Hákon. 23 builds, 20 builds eftir á Sigmari. Hvað er mikið eftir á Dr. Hákon? 27. Droppi kemur. Og þetta verður erfiður buildfight, það er ekki nóga build hjá þeim eftir. Það er bara þannig, það eru 5 build eftir 4. Nei. Dr. Hákon fellur, Sigmar eftir að hafa hrifsað hægrándið, lokar þessum fyrsta leik hér með 4 fellur og fyrsta sæti. Þetta var vel gert hjá honum maður. Þetta var bara frábærlega gert. Allir þessu leikur komur óvart, sko. Nú? Nei, minna, Kristó fjall strax. Já. Þú veist, Kristó fór og líka bara, já, gaman sjá ný nöfn inn í endgame, sko. Fyrir utan þá leikina í Trios sem að Sigmar vann. Já, þetta er fyrsti solo sigur. Já, ég er að meina solo, skilur við. Já. Þetta var geggjað. Já, þetta var bara frábærlega spilað og hérna, höfðu sagt, þú veist, meiri kannski hasar og spenna heldur en byggust við fyrirfram. Já. Og fyrir mér, þá er sko, headlineið hérna er bara að sjá Gunnar og Alex úr fylki sem hafa átt erfitt uppdrátt þar í þessari deild og aftur, við erum að tala um það, þetta er djúpalögin, algjörlega. Þetta eru ungir upprennandi spilarar. Ég horfði á það í gegnum fyrsta tímabilið, ég horfði á það í gegnum annað tímabilið. Þetta voru alltaf spilararnir sem mættu. Já. Þeir voru alltaf með, þeir voru að setja inn vinnuna, þeir voru greinilega að stefna hærra. Algjörlega. Þrátt fyrir það að þeir lentu stundum í vandræðum. Já. Þeir
þeir leikmenn sem ég er búin að sjá svona consistently vera að gera hvað getur það, svona réttustu ákvarðanir. Já. Ég man eftir því að það var held ég Fylki Gunnar sem að var kominn inn í hring, byggði þessi turn, var að skáta og rosalega fínt, skilur hann var að spila þetta eins og atvinnumenni myndu spila þetta. Algjörlega. Og svo núna, horfandi á þennan leik, þá eiga þeir báðir bardaga sem að þeir bilda frábærlega, ná að halda aftur af Leicester meðal annars, að geta klárað bardaga á móti þeim, koma sér undan og pikka upp einhverja fellur. Já. Þú veist, þetta er risastórt stökk upp á við fyrir þessa leikmenn og þeir eiga mikið hrós skilið fyrir framfærinar frá því að við sáum það hérna í Algjörlega, og líka bara gott hjá þeim að ekki gefast upp, halda áfram. Það er svo margir sem hugsa bara að ég mun örugglega ekki vinna þetta, þeir eru svo góðir, skilur við. Þannig sjáum við bara alltaf betra að halda áfram. Já, og æfa sig. Það er sem ég tala alltaf Þú veist, það er ekkert að því að lenda í sæti 45. Nei. Þá lendur þú bara í sæti 45. Já. Það voru 44 leikmenn sem voru betri heldur en þú. Já. Og það er bara no problem, það getur ekki allir verið bestir, það getur bara verið eitt sigurvegari. En þá er það spurningin, svo tekur það til næsta móti og þá segirðu, nú ætla ég að ná sæti 42. Einmitt, skilur. Svo ætla ég að taka sæti 40. Já. Svo ætla ég að taka 38. Já. Og svo kannski eftir 1 ár eða 2 ár eða hvað það er, þú svona setið sinni vinnuna, að þá allt í einu þú orðin gæinn sem er að dominera öll mótin. Já. Og það eru frekar einhverju aðri sem hugsa, oh my god, ég get aldrei unnið þennan. Já, nákvæmlega. Þannig að einhvern veginn þurftu þessi spilarar að komast þarna og byggja upp þessa getu. Já. Þannig að, en þetta var leikur 1, við fáum, því miður getum við ekki fengið stigatöflu upp á sjónvarpið, en kannski getum við fengið stigatöflu á skjáinn fyrir ykkur. Hún er ennþá í vinnslu. Ættum við kannski að taka örsnögga pásu áður en við hoppum inn í stigatöflu og næsta leik. Gerum það. Það ekki. Já, við sjáumst eftir örskamma stund, ekki fara langt, það er stuð og stemming hér á Arena og nóga Fortnite eftir. Wait, is he switching lanes?
Já, verið velkomin aftur hér á lokakeppni Elko-deildarinnar í boði Elko Kia og Luka Luke. Ef þið voru ekki búin að sjá flóðið af Luka Luke nammi sem við erum með hérna á borðinu. Það má líka þess geta að hérna frammi standur fullur af Luka Luke nammi sem kemur á svæðið. Má koma og fá sér nammi úr. Og bara eins mikið og vilt, sko. Já, þannig að ef þið viljið nammi og eru nálægt að reyna, þá bara ætti það að mæta. Algjörlega. Formúlan sé líka í gangi, það er geggja Fortnite stöf í gangi, það er allt í gangi á að reyna þennan laugardaginn. Sólríkur laugadagur, þráttur að það sé svona gluggaveður. Það er pínu gluggaveður, en samt. Það er að koma vor. Tökum því. Já, það er að koma vor. Það er að koma. Það er allavega ekki haglél úti og við erum ánægð með það. Já. En við vorum að horfa á geggjaðan fyrsta leik og við erum búin að staðfesta að Alex og Gunnar eru sömu Alex og Gunnar og hafa verið að keppa og eru að koma úr yngra flokkastarfinu hjá Fylki sem að við verðum bara að hrósa hástert fyrir framfæriðna sem við erum að sjá. Algjörlega. Það er bara þannig. Þetta var svo vel spila hjá þeim. Ég bara, já, þannig strákar, þeir eru bara snillingar að halda áfram og vera bara betri og betri. Já, og bara fyrir foreldra og krakka sem getur verið að horfa, ef það leit ykkur að klúbb þar sem að þið getið bætt ykkur, greinilega, rosalega mikið, þá erum við bæði með unga leikmenn frá FH sem er að skora stig hérna, við erum líka með unga leikmenn frá Fylki sem er að skora stig í djúpulauginni. Já, í djúpulauginni. Eftir bara 2 tímabil, þannig að þetta er bara frábært
svona frábær staðfesting á því góða starfi sem fer fram í þessum félögum. Já, nákvæmlega. Þannig endilega ekki vera feimir og skráðu okkur næst. Sjálfsögðu. En við ætlum að kíkja á nokkra klippur úr fyrsta leiknum svo að við svona rifjum upp það sem gerðist þar fyrir þá sem kannski mistu af og við skulum bara fá þær í gang núna. Og við byrjum hérna einmitt með einum af okkar ungu keppendum og iðkendum, F.A. Þorri hér í bardaga á móti Jensínu. Jensína náttúrulega sigraði dúó keppnina með Denasi á sínum tíma og frábært skotana hjá Þorra. Þetta var geðveikt. Það bara verður að segjast og lendir síðan í því að vera third partyar og Sigmar, hann sýnir kannski, sýnir svona smá hvar Davíð keypti ölið þarna þegar hann kemur á harða spretti og í rauninni á flugi en er samt nógu meðvitaður aðstæður til þess að taka þakið og kónið ofan á og double-head þetta áður en hann lendir. Þetta er rosalegt Gunna þarna með fellið á móti Fylki Hlassi. Lester var þarna ansi lár, komin í mikið vesen. Fellur, já, Já, í storminu Ég var ekki búinn að sjá misti þetta. hýlið. Heyrðu, Alex! Þetta. Fylgir Alex, maður. Geggjaður þarna, maður! Hann satt fyrir Lester þarna algjörlega. Óheppinn samt að fá ekki neinn meiri matt við þetta, lendir þarna í smá hremmingum en við sáum hann að vera yfirvegan og flottan í þessum aðstæðum. Felldur þarna af Gunna í lokin. Hans besti árangur sem hann hingað til. Svo er hérna Steffen reynir að róta þetta á sama tíma á Gunna og Dr. Hákon er bara á hliðinu og lokar og segir bara nei. Yep. Og þá er það bardaginn hérna Dr. Hákon og Sigmar. Yep. Dr. Hákon tapaði honum, Sigmar gerði bara rosalega vel, tók high-groundið. Dr. Hákon átti engin builds eftir og sér það Sigmar átti bara 3 builds eftir og þarna sérðu hvað það getur munað litlu á materials upp á sigur eða tap. Algjörlega. Við erum að tala um að ég er nokkuð viss um það að Dr. Hákon sé aldrei að reyna að fara að skora á hann á high-groundinu ef hann á 10 builds. Nei. Þá segir hann bara, heyrðu, ok, þú kemur niður til mín og þú veist, þá kannski að ég klára bildið mín. Þú hlýtur að vera búið með bildið þín líka. Já, nákvæmlega. Já. Þannig maður þarf að passa upp þetta rosalega. Já. Fylgjast með bildunum sínum og farma svolítið mikið. Og bara við hvert einasta tækifæri og þú sér það hjá þessum bestu leikmönnum. Þú veist, þeir geta verið að renna sér á hnjánum niður fjallshlíð ef þeir fara fram hjá stein. Já, það er alltaf. Þá svæpa þeir allavega einu. Það er kannski, þú veist, það er kannski 9 brygg eða 7 brygg, svo einn í viðbót, svo 14, svo eitthvað 3 og svo hérna og bara á leiðinni svona grípa 3 bild. Það getur bara verið munurinn á sigri eða tapi. Þannig að maður þarf alltaf að vera að farma. Herðu, já, við ætlum aðeins að fara yfir stigatöfluna á sama tíma og leikur númer 2 fer af stað en efstur á stigatöflunni kemur kannski ekki á óvart, það er Sigmar eftir að hafa unnið þennan leik. Hann var með 4 fellur þannig að hann fekk 8 stig fyrir fellur, 25 stig fyrir fyrsta sætið og situr þá á toppnum með 33 stig. Stutt og eftir honum erum við að tala um Dr. Hákon enda í öðru sæti í þessum leik, 20 stig á hann. Þar á eftir er Emil með 17, Gunna með 16, Alex með 14 í 5. sæti. Steffanator með 12, Lester með 9, Glazy með 7, Stuffy með 5, Kristó lendi í 7. sæti með 0 fellur og fær því bara 5 stig og situr akkurat núna í 10. sæti. Ravik Lexi eða Kart situr í 11. sæti, svo kemur Þorri, Hlassi, Gnar, Möxis, Gunnar, Jensína, Kristó og lokum Lexi fylgir. En það er komið tími á að hoppa inn í leik nr. 2 og við sjáum hann núna á skjánum þegar við fylgjum Kristó á leiðinni niður og spurning hvort hann ætla að reyna aftur við Night Market við Black Market og mér sýnist það. Já. Enginn með honum í þetta sinn. Það er einhver hérna, sérðu, slengur upp östu. Já, ok, hann ætlar ekki á Black Marketið beint heldur, fer hann í Mast Meadows. Nei, hann er aðtöð hvort einhver sé. Já, hann sér þarna, það er einn að lenda. Já, sérðu, það er einn að lenda í Black Market. Hann ætlar ekki að lenda í það sama í fyrsta leiknum, sko. Nei, og spurning þá hvort hann ætli, sko, að ná sér í vopnbúnað og skjöld, fara sér og pussa bara og reyna að ná leikmannum sem fer í Black Marketið. Já. En er ekki rosa gott að, þú veist, þarna, til dæmis, sem er einn,
í byrjun. Er ekki gott að farma ógeðslega mikið núna, eða? Jú, sko, ég held að þetta sé bara svona, þú veist, akkurat núna þá er þetta forgangsröðun hjá honum. Þetta er bara, fyrsta sem ég þarf að gera er ég þarf að fá vopn, ég þarf að fá full shields. Eftir það, þá get ég farið í full materials. Eftir það, þá get ég farið í eitthvað annað. Þetta er svolítið svona röðun aðgerða. Gunnar hérna snemma undir pressu frá Kart. Og Gunnar reynir að nýta sér hægri handa píkið þarna. Kart ætlar að halda pressunni ansið mikið núna. Gunnar brýtur sig út af aftan, það er flott, gefur sér smá meira plás. Hann er að mæta. Þá kemur pressan frá Kart. Gunnar að drekka mínist þarna, reynir lendir geggjuð skoti og það er einhver annar leikmaður sem er að pressa á Kart þarna líka en Gunnar, hann spottaði ekki þriðja manninn. Kemur sér aftur í öruggt skjól. Hver er þetta? Steffenator. Það er að skjóta þarna úr fjarska og Kart að reyna að jumpspotta þarna í gegnum gluggan. Nei, hann náði! Og hittir frábæru skoti þarna í gegn og núna má Gunnar ekki við því að missa pískutróllið en vel gert hjá Kart. Hérna er einhver að taka voltið. Steffenator, hann er bara að bíða af því að það sem gerist þegar voltið klárast að þá despawna allir NPC-arnir. Þá hverfa þeir allir. Þannig að hann setur þetta bara í gang, nýtir tíman við að fylgjast með einhverjar annars staðar og er ekki þá að láta grípa sig upptekinn við það að taka voltið mögulega. Það er enda mjög gott hacks. Já. Ég mæli með því sko bara, þú veist, að fólk gera þetta svona almennt, segjum að þú sérst í sko duos eða eitthvað, að taka Crime City voltið, byrjaði bara voltið, farðu upp á þak og bara haltu bara. Já, ok. Þú spotta þegar gæðir eru að koma, þeir hoppa inn, halda þú sért þarna einhvers staðar, byrja að berjast við NPC-ana og þá ert þú bara að gera það sem þeir ætluðu að gera við þá. Ég nefnilega einhvern veginn hélt, sko, ég kastaði einu sinni sprengju þarna og svo fór ég burt og þá hætti hún að fara í gang. Kannski eitthvað glitch, ég veit það ekki. Nei, þú þarft að vera, held ég, á svæðinu. Þú veist, ég held að þú getur ekki... Ég fór bara upp á aðra hæð, sko. Já, nei, það ætti alveg að virka, sko. Já, bara eitthvað glitch og kjellið þá. Já. Ég veit ekki, kannski þarfst að halda þessu við eitthvað með einhverju millibili, sko. Já. En ég er svona almennt í því að setja þetta á stað og koma mér einhvers stað til hliðar. Bara að reyna að forðast það að þurfa að berast með NPC-ana og vera í einhverju miðjum bardaga með óhlaðna byssur ef það kemur einhverja challenges. Það er mest pirrandi heimi að einhver kemur og tekur þetta frá þig, sko. Sérstaklega nýbúin að opna. Það er ógeðslegt. Leipurinn í voltið og svo fótsporinn. Og bara nei. En svo má maður gera þetta sjálfur. Þá er þetta ógeðslega gaman. Það er bara taktíkin mín, sko. Ef þið viljið hérna fyrir Zero Build spilarana þarna úti, lendur í Outlaw Oasis, hann að vinstra meginn á mappinu. Það er svona þokkalega heitur staður til þess að lenda á og oft smá hasar. Svo getur við tekið sko hverinn sem er þar og flogið inn í Crime City og lent ofan á þakinu á bankanum. Og það er bara svindlið, sko. Hann er líka að vinna með það. Þetta flýtir fyrir þarna. Já, og líka kasta aðra sprengju flýtir rosalega fyrir. Já, ef þú kastar henni þarna, hún er í rauninni... Það sem er raukt þarna. Já, hún er akkurat að gera þetta fyrir þig í rauninni. Í staðinn fyrir að þú þurfir að pikkaksa þá er hún að og leysirinn er líka öflugur í þetta. Já. Svo að Jensen er búinn að taka lestina, stoppa hana. Var hann pingaður eða? Já, einhver er með radarinn í gangi. Veit ekki hver samt. Nei. Kart þarna, þeir eru að leika sér ansið þröngum sjónlínum þarna. Hann er með ekkert mat. Kart. Jú, 51 bild. Já, hann sagði það. Eina fellu. Já. Excuse me. Þetta gæti orðið svolítið langdregin bardagi hérna á milli þeirra. Mér sýnist hvoruð þeirra að vera vilju til þess að taka einhverja sénsa. Kart er bara byrjaður að sjá hvort það sé einhver að horfa á sig ofan af fjallinu. Hvað finnst þér? Ætti þér að bakka að það vera agró? Bara taka í róla. Ég held að Jensen sé að gera rétt akkurat núna. Já. Að nýta sér þekkinguna sína á því hvað Kart getur séð til þess að reyna að komast nær.
gera? Kart alltaf bara Bakka. koma sér í burtu sinns mér. Eða allavega Eða hvað? finna sér aðra línu inn í hennar bardaga og það er bara mjög flott. En núna Jensina á öll þessi bild, Nei! en Kart fljótur að koma sér þarna í gegn, setja pressu á Jensina þarf núna að yfirgefa þennan stað. Þessi samt medmist grenade gerir hann sér vel. Sjáu það að Kart, hann er með gullita æði sem lætur hann pikkaxa hraðar. Hann er fljótar að brjóta niður veggina hjá Jensinu. Og Jensina samt hittir skoti á hann þarna við það að reyna að pressa. En drullu vel gert hjá Jensinu að henda niður þessari meddi. Já. Af því að það er líka alveg confusing að það er allt grænt, sko. Já, þetta virkar líka bara eins og reykspringja. Já. Getur notað þetta til þess að fela þig. Einmitt. Og ég hef alveg séð leikmenn gera það í Zero Build, þú veist. Já, ég hef gert felast í það, þessu. já. Svo þetta ég og Steffi, hans lág hérna. Já. Þetta er 3 manna bardagi, sko. Já, 3. Að verða 4 manna bardagi, sko. Það er einhverju leiðinni. Muxis hér, Tíu Steffi var næstu tíma að eta sig og fara út þarna á bakvið. Ekki vitandi að Glazy er þarna líka. Glazy veit heldur ekki á Tíu Steffi. Og Hann bakkar. já, Tíu Steffi reynir hann að ná einhverju skotum á Muxis. Ætla væntanlega að fara inn í Black Marketinn og kaupa sér skjöld aftur. Kart tók Jensinu. Já, fengum við loksins niðurstöðu í þann bardaga. Jæja, Crystal, hvað ætlar að gera? Kristó hérna á móti Gunna komin að hægta, þetta er frábært! Þetta var fallegt. Vá! Þetta var geggjað hjá Kristó. Þetta var fáránlega vel gert. Já. Þetta sýnir svo mikla þekkingu á nákvæmlega hvað þessi veggir eru með mikið líf og hvað það þarf til þess að brjóta á. Einmitt. Ef þú brýtur á vitlausum tíma þá nær andstæðingurinn að setja upp annan vegg og stoppa þig frá því að komast inn í boxið, en ekki ef þú gerir þetta eins og Kristó gerði þarna. Einmitt. Ert þú okkar að vinna með þessa Sub-Zero hanska sem movement eða fight? Já. Þeir geta alveg verið mjög góðir og það sem að kannski fæstir nota þá þar sem þeir eru sterkastir, sem er að þú getur notað til þess að forðast fall damage. Já. Ef þú bara tekur þetta renna þér slætið í loftinu, þá endaru á jörðinni. Já, ok. Og þannig að ég hef alveg verið að vinna með sko hanskana pluss borinn og eitthvað svona, þú veist, ég reyna alltaf í Zero Builds að vera með 2 movement items. Já. Svo líka svo þægilegt, ert með hanskana á þér á vatninu, þá lappar yfir það. Já. Lest er hérna. En það var einhver þarna uppi. Hver var það? Kart. Hvað var Kart ekki í Lex eða? Voru ekki búin að finna út af því? Jú. Já. Ravík Lexi. Já. Lest er búin að finna sér leið inn í hring. Sýnist mér á öllu. Þú sérð, eins og við vorum að tala um, hann er að nýta sér hvert tækifæri til þess að fylla materias á sér. 150 builds núna og ekkert verið að builda af óþörfu. Nei. Þetta sýnir líka af hverju sem sagt þegar þú ert komin inn í þessa endgame hringi, af hverju það getur verið bara rosalega sniðugt fyrir þig að skipta kúlum fyrir mat hjá öðrum. Já. Þess að Muxis hérna, hann á 300 AR-kúlur, hann er með 50 í hverju magasinni. Ef hann spreyjar á bildin hjá einhverjum, heilu magasinni, hann getur gert það tvísvar áður en hann komin í eitthvað vesen með kúlupjölda. Já. Og hann getur tekið bara 30 bild af einhverjum þannig. Já. Eins og er verið að gera við Muxis akkurat núna. Og þið sjáu bara, ég meina Þorri, hann situr þarna, hann þarf ekkert að bilda, hann er bara að spreyja. Og Muxis, hvað er hann búinn að fara með mörg bilda akkurat núna? Einmitt. Núna er hann að koma sér í burt. Þarna eru 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, skilur við. Já. Og núna þarf bara Þorri að passa hliðin á sér þarna að Muxis er að reyna að hörfa alla liðin í fjall.
Þetta er bara eins og dvergarnir í Lord of the Rings sem komin í Mines of Moria þetta. Það sé einhver balrok hérna hinum meginn sem að Gandalf er að fara að bjarga þeim frá. Það er spurningin. Það er spurning. Nei. Lester og Kristó. Já, Lester er búinn að blanda sig hérna í bardagan sem var á milli Kristó og Muxis. Jöp. Muxis er búinn að koma sér í burtu sín mér. Hvað er hann að baka? Já, það er mikill hasar í gangi þarna, þannig að það er alveg sniðugt held ég að halda sér svona þokkalega rólegum og Lester hérna aftur fyllir á. Núna vantar hann brikk. Já. Hann er að leita sér að brikk. Maður þarf að vera rosalega skipulaður í bild, er ég búin að sjá. Þú veist, vera með allt á hreinu skrefin, sko. Já. Ef þú ert ekki með nóg mikið bild, verið með nóg mikið kúlum, þú veist. Og náttúrulega þarft alltaf að vera með bild. Sko, ef Emil hitti meira aldrei 2 kúlum hann, það myndi koma mér óvart, sko. Þessi blessaði riffill virkar ekki svona langt. Nei, ég nota hann aldrei sem long. Hann er ekki búinn að hitta meira, búinn að hitta einni kúlu. Þú þarft sko að svona big skjóta ef þú ætlar að hitta long range með þessu. Já, því hún spreyjar. Út allt. Út allt. Það er út af þannig. Emil, hann er með full mat, hann er með full heals og sennilega með það sem hann hefur áhuga á að vera með bara hingað til. Blá pumpa og þessi legendary assault rifle. Þó að hann sé ekki mjög nýtsamlegur akkurat núna, þá er hann frábær þegar þú ert að brjótast inn í boxi. Já. Það er ekki til betri riffill samhliða haglabyssunni í það tiltekna verkefni. Sko. Nei. Og ég verði eiginlega viðurkenna, sko, það kemur eiginlega bara smá óvart að sjá engan vera að keyra bara Wild Precision SMG úsíð. Já. Af því að þú getur alveg skotið með henni á löngu færi. Yep. Hún gæti verið ákveðið forskot á móti mikið af þessum assault rifles í endgameinu, sko. Já. Þorri og Lassi er að stara hvernig hana niður. En það er eitthvað, já. Svona eins og þessi að Störu keppni. Það er eins og þessi hermur til bildun hjá okkur öðrum. Já. Það byggja nákvæmlega eins hús. En það er bara annað þeirra sem er fyrir utan hring og það er Lassi. Jep. Hann þarf að færa sig núna eftir smá stund. Þorri er bara í fínum stað, það er bara þolinmæði og ekkert annað. Einmitt. Það er Lassi þarf að færa sig til hans, sko. Já. Það er samt spurningum að byrja að huga að hvar þú ætlar að fylla á materials ef þú ert Þorri akkurat núna. Hann er með steinarna fyrir fram að sig og nóga trjám í kringu sig. Já. Kaus að byggja þetta úr brikk. Já. Og það er ekkert allir sem vita það að sko, wood, brick og metal eru með mismunandi eiginleika sem building materials. Þannig að wood byrjar með mesta lífið en endar með minnsta lífið. Meðan að metal byrjar með minnsta lífið en endar með mesta lífið og brick er þarna á miðunni. Já, Þannig að þegar þú ert á að byggja undir pressu þá viltu nota við af því að það tekur fleiri skot heldur en brick og metal. Já, En þegar þú ert síðan að fara að byggja eitthvað sem þú ætlar að vera einhvers staðar í einhver tíma þá viltu byggja það úr metal. Og ef þú ert einhvers staðar á milli þá viltu byggja það úr brick. Hann er bara í storminum, sko. Hann er bara í storminum. Einhvern tímann þarf hann að færa sig. Þá er Þorri, núna er Þorri orðinn svolítið tæpur á kúlufjölda. 109 fer svona að vera lægri mörk þess sem að þú vilt vera með. Hann notar hérna 1 splash til þess að fá aðeins meiri hraða og sjáu hvað hann hleypur hratt hérna. Nú þyrfti hann að finna smá ammo. Þyrfti að finna smá ammo og muna að slá í steina og annað þegar hann er að hlaupa á milli staða. Þessi steinn, þetta var brotin. Þessi steinn, þetta var brotin. Á meðan það er ekki verið að skjóta þig, þá þarfst ekki að stressa þig svona mikið. Brjóta tréð. Þorri. Do it. En þetta er alveg máli, þetta er bara, það er samt erfitt af því að sko, ef þú hugsaður þetta frá hans sjónarhorni akkurat núna, hausinn á honum er upptekinn í að fylgjast með hvort hann sé að sjá einhvern. Já. Markmiðið hans er mjög greinilega, ég ætla að koma mér inn í hring. Þess vegna er hann ekki endilega að stoppa. Þannig að þess vegna þurfum við að vera svolítið svona skýr í ákvarðanatöku, skýr í röð aðgerða, skýr í forgangsröðun þegar við erum að spila builds á hæsta levelinu.
Af því að ef við gerum það ekki þá er svo rosalega auðvelt að allt í einu bara, já, engin mat. Ég gleymd að rótita, núna er ég fastu fyrir utan hringinn. Það er allir að halda rótitinu mínu. Yep. Og þetta getur komið mann í vesen ansi fljótt. Kristó þarna, hann er ekki unnið bardaðan á móti Muxis, allavega hann er ekki með Mythic Drum Gun. Nei, en hann er með pingið. Já. Hefur líklegast bara rekist á það þarna og hendi niður. Já. Mér finnst það svo þægilegt að nota. Ég tek þetta eiginlega alltaf og hendi þessu þegar ég sé þetta sko. Já, ég gerði alltaf. Bara af hverju ekki? Já. Meiri upplýsingar. Já. Maður sér alla kisturnar og... Og fyrir við yfir til Emil. Hétt einu svona Elko-dildin Emil, núna heitir hann Falcon MC. Já, þetta er hann. Fylki Hlassi, annar leikmaður Fylkis, hann er ennþá fyrir utan Storm, þó að hann sé loksins að koma sér inn. Sér hann að Glazy, hugsar sig ákveður samt að taka skotur á endanum. Persónulega hefði ég beðið að vera komin í hring, en ef hann ætlar að taka bardaðan hvort þið er, þá gengur það svona allt í lagi. Glazy hérna er á lóðgrándinu, vel gert hjá Hlassa. Og Glazy droppar á hann, Hlassi bjóst ekki við þessu. Nei. Og þvílíkt skotana frá Glazy tekur 150 í einu skoti af Hlassa. Splassaði þig. Jæja. Og misti þarna stjórn á veggnum hjá sér. Nei, vá. Og Glazy gerir þetta vel. Þetta edit sem að Hlassi tók þarna er eiginlega eina editi sem hún mátt ekki taka í þessum aðstæðum. Ok. Það hefði verið sko betra fyrir hann að edita burtu hægri hliðina af stíganum og gefa sjálfur sér right hand peek úr vinstri hliðinni af stíganum. Af því að það sem gerist þarna er að leið og editar þið burtu þá er þú á hreyfingu niður þegar þú stendur í rampinum og þá nær bara eins og þarna, eins og við sáum, þá bara náði Hlassi Glazy, hann náði pumpuskotinu á meðan að hann var að taka upp byssuna. Þú veist. Og út af því að þú ert að taka allan vegginn í burtu, þá ert þú full body target á hreyfingu niður, ekki í stöðuri stöðu til að taka skotið. Nei. Þannig að þetta var eiginlega eina editið sem þú áttir ekki taka þarna. Og Kart, hann er með 2 Mythic byssur, Mythic pumpuna þarna, hún er með 5 skotin, ekki 4, áður en það þarf að hlaða. Það er einhver hérna að reyna að taka bossinn, Metallina. Já. Ætlar hann að sneika... Nei, það er enginn að reyna að taka, þetta er bara bossinn sem er að sína okkur á. Það? Já, ok. Tek tilbaka. Ég held að það fari enginn í þessa Metallíu, hún er svona þokkalega gagslaus. Já, það. Já. Nema bara, hún droppa náttúrulega giltri holo. Já. Love it, sko. Gnar er hérna með Mythic Pump and Dump. Já, hún er geggjuð. Mér er svona frábær, sko. Hún er það. Muxis ennþá á lífi. Búin að elda grátt silfur við Lester hér í leik 1, nei við hérna Kristó í leik 1 og 2. Náða að fella hann í leik 1 en ekki í leik 2. Margir fyrir aftan hann, svo. Já. Sjáum það aftur, nýta tíman. Nákvæmlega. Það er nefnilega svo fyndið sko, hvað leikurinn breytist mikið hvernig þú hugsar hann og hvernig þú upplifir það að vera í leiknum. Já. Leið þú byrjar að spila hann út frá hvað er næsta markmiðið mitt. Já. En ekki bara, að spila allan leiki. Sigmar tók út Kristó! Herðu. Það er að Kristó er fallinn hérna í 14. sæti. Vonandi til einhver juicy klipp á því. Lone Wolf Lair er þessi hringur, hann er hérna bara rétt yfir því, það þýðir það að það geti verið stór hluti af þessu húsi sem er inni seint í leiknum. Já. Það býr til alls konar ganga á tækifæri fyrir leikmenn til þess að svona lifa af hringi án þess að þurfa að eyða materials. Já. Síðan hann með skot frá Theo Stuffy eða Degi á hliðina sína, situr beint fyrir ofan Glazy. Og var brotið niður þarna af Dr. Hákon. Þannig að mikið press á Sigmar akkurat núna.
hann leysir það vel. Emil, langt rotate hérna fyrir Emil, en hann að týna allt sem hann getur. Hérna sjáum við Dr. Hákon með 400 HP chug-chugið. Þetta slap juice chug-chug. Já, hann giltur. Já, það gefur líka endalausan sprett. Þannig að nota þetta saman við splassis. Því það að þú getur sprett endalaust rosalega hratt. Ég hef ekki séð þennan, nefnilega. Hann nýr og inn í einum af Black Marketunum. Og sennilega verðmætasta heal sem við getum fengið af því að þú ert með svo rosalega mikið movement. Mikið líf í honum. Já, það líka, já. Þú getur healað þig frá 1 HP upp í fullt 2 svar. Já. Þannig sáum við Steffen, hann var með Exotic Hollowin. Og hann gefur held ég chili chuck dótið þar sem hún hleypur hraðar og annað þegar þú skýtur úr honum. Svipað og það líka til slap autoshotgun sem þegar þú heldur á henni að þá ertu með slap juice effektið. Já. Steffi leitar einhver á móti Lester, reyna Sigvard hopp skotið, Steffi óheppinn á tímasetningur á bildina hans. En hann ákveður að standa og berjast, hann byggir ekki vekk á móti Lester, heldur eltir hann. Hann að nota þennan rosalega riffil til þess að reyna að koma sér inn, en Lester gerir vel, býður eftir því að því og brjóti vegginn og nær skotinu á móti. Lester reynir að finna aðra línu, annað horn til þess að ná Steffi. Nei. En báðir lágir núna enda með því að Lester fellur og þarna sjáum við það búið að bæta við þessu Siphon aftur í competitive. Þess vegna fekk því og Steffi líf þegar að Lester fjall. Nice. Kristó hér að spreyja niður Gnar og Muxis. Stephinator þar fyrir ofan. Því og Steffi, hann lágur þarna, Dr. Hákon fell í Sigmar á sama tíma annars staðar. Því og Steffi þá fallinn, en það kart sem tók hann. Það verið að ráðast á hann á báðum hliðum akkurat núna. Kristó að neðan og kart að ofan. Dagur með high ground. Já, Dagur, hann komið með high groundið. Já. Á meðan allir hinn eru uppteknir að berjast. Þá kom Dagur sér í góða stöðu. Og hann bæði í góðri stöðu varðandi high groundið, en svo líka með þetta skemmtilega tré fyrir neðan sig sem hann getur droppað niður á ef einhver ákveður að skjóta hann niður. Já. Hann með nóg af matt. Já, hringurinn heldur áfram að þrengjast. Pínulík þrengur. Kart þarna 46 builds eftir á honum. Hringurinn er ansi lítill og hann að fara að færast langt núna. Kart gerir virkilega vel þarna, hann nær að róteta í gegnum allar hringinn án þess að þurfa að nota mat. Stephinator, honum við hlið. Gnar komið fremst í rótetið. Hann reynir að halda Emil þarna, en Emil bara aðeins og fljótur. Já. Það svo keður þessa. Já, hún líka frábær akkurat til þess að gera þetta. Já, þú skoti vegginn með SMG-skotunum og pumpa síðan með haglabyssunni leið og vekkurinn brotnar. Einmitt. Þannig að þessi ekki svolítið góð í bild. Ég myndi halda það. En við erum samt að sjá að leikmenn flestir að kjósa það að vera með pumpuna af því að pumpan gerir meiri skaðið og hitskotuninu heldur en haglabyssan í pumpindömpinu. Þannig að Dagur ennþá á high-groundinu, Emil fremstur í rótetinu. Og mér finnst við vera að sjá ákveðna þróun á því hvernig íslensku spilararnir að spila þennan late game. Þeir eru að nýta öll build sem þeir finna. Og eru svona að byggja sig í gegnum þetta eins og þarna. Þeir eru að finna góða leiði til þess að spara. Dagur með Muxis, fellir hann. Það eru 7 eftir. Og með opið færi hérna nær. Kart í smá vesinni, Dr. Hákon samt þarf að fara að koma sér í burtu líka. Já, alltaf mikið tikk, hann verður að koma sér út. Nei. Þetta er 10 tikk en hann healar 10-20 á móti. Þannig að hringurinn að færast aftur í áttina á honum, þannig að hann getur bara, drukkið held ég þá til að hringurinn fyrir aftur yfir hann. Og Emil veit ekki af Kristó þarna og tekur eitt skot. Dr. Hákon búinn að fella kart. Kristó sjáu hvað er erfitt að beta sig þarna.
Samt loksins kominn, þangað sem hann vildi koma, byggir inn á bak við sig en Gnarr kemur í gegnum hliðavegginn með pump and dumpið, Kristón 9 í líf og hann fallinn í 5. sæti. Sérðu pump and dumpið maður? Já, það virkaði vel þarna og Gnarr, hann situr í storminum akkurat núna að drekka Chug-Chugið, hann með annað Chug-Chug með sér líka. Emil líka í storminum, hringurinn orðin svo lítill. Það er svo lítill hringur, og það er bara Dr. Hákon, hann er bara að leita Emil, hann er bara að finna Emil. Og hann er bara komið sér aftur í hring akkurat núna. Hann er að lifa á Siphoninu. Og Dr. Hákon, hann horfir á þetta bara sem eitthvað heal-off. Einmitt. Og hann er bara að gera akkurat það. Já, það er byrjað Dagur, hann er þetta fyrir ofan. Já, hann er fyrir ofan. En byrjað Dagur á meira heal. Nei. Já. Dagur á meira heal. Gnarr er fallinn. En Dr. Hákon, hann fekk Siphonið. En hann á bara 10 eftir. Hann verður að pústa Dag. En Dagur kíkir niður. Vá maður. Vá, skemmtilegt þarna. Pretty. Þetta var vel gert. Dagur var bara, hann var búinn að vera á hæggrátinu væntanlega bara frá snemma í leiknum. Já. Lét bara lítið fyrir sér fara. Pínu litlu hringa þarna fyrir ofan. Já. Mjög vel gert. Hélt fyrir inn í hringnum og lét þetta snúast það hver ætti meira heals. Já. Bara réttilega kennsla það að þetta væri komið í heal-off, hleypur í burtu, finnur sér bara öruggan stað, neyðir þá Dr. Hákon til þess að koma og elta sig. Já. Og þú vilt aldrei vera að elta, ekki í þessum aðstæðum þegar þú ert í Fortnite. Það ertu beint skot. Já, það er svo rosalega auðvelt að bara svona... Já, nákvæmlega. En þarna sáum við líka hvað þetta heal er gott. Já, Chug-Chuginn er frábært healing item. Og þú sást að það healar hraðar heldur en 10 tick. Já. Þannig að ef þú getur verið með 2, jafnvel 3 Chug-Chug á þér, getur þú lifað ansi lengi, ansi seint út í stormi. Þannig að það er spurning þá hvort að þetta sé eitthvað sem að leikmennir munu gera meira af. Menn við sáum það fyrsta leik, þá vorum við með miklu fljótari endgame. Já. Þú veist, það var ekki komin þessi síðasti hringur sem var að lokast alla leið. Nei. Núna, þá sáum við spilarana spila þetta aðeins öðruvísi. Þeir voru að nýta low-groundið og build sem að fyrir voru mjög vel. Þeir voru að hreyfa sig mjög vel, að halda sig lifandi mjög langt inn í endgameið. Voru 8 eftir eða eitthvað þegar við vorum að koma í hérna. Þeir voru ekki eins aggro í byrjun. Nei. Þannig að þá er spurningin, ætli nýja metan eftir þennan leik verði heal-off? Það er spurning. Spennandi. Hvort einhver ætla að spila upp á það, en við ætlum að taka öllum pásu á meðan við söfnum saman stigunum og fellunum úr þessum leik, svo við getum komið með uppfærða stigatöflu hér eftir smá. En ekki fara langt, loka dagur Elko-deildarinnar heldur áfram rétt strax. Wait, is he switching lanes?
Já, verið velkomin aftur hér á lokadag Elko deildarinnar upp í arena. Það er rífandi stemming hér og 2 leikir komnir í sögubækurnar. Það er 2 mismunandi sigurvegarar líka. Þannig að Dagur vinnur seinni leikinn, Sigmar vinnur fyrri leikinn. Það ekki? Nei, hver vann fyrri leikinn? Jú, var það ekki Sigmar? Jú, já, ég held það. Já. Jú, það var... Nei. Nei? Jú, Já. Sigmar. Sko, ég er að segja það. Hausinn minn er ekki alveg farinn. Nei, þetta var rétt hjá okkur. Þetta var rétt. En núna eru skjáirnir í borðinu okkar farnir. Já, ég var bara að segja það. Jú. Nei, við erum komin aftur. Þeir eru samt komin. að detta svona inn út. Ég held að það sé sko mögulega ég sem er að hrista eitthvað í það. Er ég að stíga kannski á eitthvað? Já, það er eitthvað í gangi. Ég skal hætta að steppdansa hérna. það er svona, það er allt í rugli og það er allt í gangi og það er gaman. Það er rosalega gaman en það er smá tæknilega örðuleikar
Já, Sem það. já. Erfileikar, örðuleikar. Örðugleikar. Örðuleikar. Takk fyrir. Við erum dottin út á skjánum. Þannig erum við, herðu, Já, þetta er komið. bítu, við erum komið upp bara stigatöflu og allt. Nei. Mætti halda að það væri einhverjum ofur mennskir adminar hér hlaupandi að safna þessu saman fyrir okkur. Það versta er samt að ég sé ekki neitt á skjánum. Nú kemur no signals. Já, hann er að Já, þetta er komið. Það er komið. Herru, þetta verður útsettingin. Við ætlum að hætta að spila Fortnite, núna ætlum við að spila hvort er kveikt á skjánum eða ekki. Já. Svarið er nei. Það er ekki hvort haldið þið að þessi kveikt á skjánum núna eða ekki? Ef þið sögðu nei, þá hafið þið rétt fyrir ykkur. Já. Ef þið sögðu já, þá hafið þið núna rétt fyrir ykkur. En akkurat núna þá standa leikar svona 46 stig í fyrsta sæti, 40 stig í öðru sæti, fyrsta sæti, Dr. Hákon. Dr. Hákon hrifsar efsta sætið með öðru sætinu í leik nr. 2. Búinn að lenda í öðru sæti í báðum leikjónum. Hann nældi sér í 4 fellur, þannig að hann er komið samtals 10 stig fyrir fellur hérna á milli þessar tveggja leikja og 46 stig í heildina. Sigmar 40 stig þar á eftir, Dagur með sinn sigur komin upp í 34 stig. Þar á eftir kemur Emil, svo kemur Kart, Gnar, Ækristó, Gunna, Steffinator, Alex, Lester, Glacy, Stuffy, Muxis, Þorri, Hlassi, Kreistó, Gunnar og Jensína. Þannig að ef við erum að horfa á stigtöfluna, ég veit að þið sjá hann ekki heima, en ég myndi segja með 2 leiki eftir að þá er þetta svolítið bara á það núna milli Dr. Hákon, Sigmar, Dagur, Emil, Kart og Gnar. Já. Ækristó, jú, gæti alveg skellt sér í leikinn hann með 19 stig, en hann þarf að ná ansi mikið af stigum í svona síðustu 2 leikjum, en hann ætlar að skáka Dr. Hákon sem er 46 stig. Gæti komið sér í gang núna. Já, hann getur fikið 25 stig fyrir sigur. En þá þarf hann líka sko að vona að Dr. Hákon taki lítið af stigum út úr leiknum. Já. Sama í rauninni með Sigmar. Þannig að það er svona núna erkifjendur hans ef hann vill verja hérna LAN kóngatitilinn sinn. Þannig að alveg möguleiki, þú veist, erfitt með 2 leiki eftir, en möguleiki. En ef hann myndi taka marga fellur, skilur við? Já, hann þarf vissulega fellur. Hann getur mest fengið 50 stig og farið upp í 70 stig sem er bara 24 stigum yfir Dr. Hákon ef hann vinnur báða leikina. Já, einmitt. Það eru einhverja fellur sem hann þarf að finna. Já. En þannig standa leikar allavega eins og er og og það er bara spurning þá hvernig þessi síðustu 2 leikir fara. Já. Þá er það líka kannski kjörið að tilkynna það að við ætlum að gefa hérna þessar 2 frábæru gjafir og við ætlum að gefa þær til þeirra leikmanna sem við teljum að hafa tekið mestum framförum. Þannig að það er ekki lengur bara spurningum að vinna eða tapa, heldur líka hversu vel þú ert og mikið þú ert að bæta þig. Auðvitað. Mér syns F.A. Þorri verið að hlaupa með 18 póka af lúkalúk strimlum. Þannig að það er eitthvað. Hver er status á leiknum? Erum við að nálgast eða? Herru, við erum nokkur replay, við skulum fá þau í ganga meðan við bíðum eftir rútunni hér í leik nr. 3, en allir leikmenn eru komnir í lobbyið, þannig að það er ekki langt þangað til að við byrjum. Herru, blessar! Þannig erum við, herru, fáum replays í gang. Til, já. Sjáum það þarna, við byrjum á Dr. Hákon. Nei, þetta er bara, það eru 2 eftir. Þetta var síðasta replayið í leik nr. 1, þegar að Sigmar vann á móti Dr. Hákon. Þarna erum við í leik nr. 2. Bara smá recap. Ef við vorum að gleyma því að Sigmar vann leik nr. 1. Nákvæmlega. Eins og við. Kristó þarna með frábært entry inn í boxið hjá Gunna. Flott maður. Þarna til dæmis. Tapar Gunna þessum fight af því hann er byggja úr metal. Ef hann er að byggja úr wood, þá er miklu erfiðar að brjótast inn til hans. Af því ég myndi halda akkurat upp. Metal og brick væri best. En það er ekki. Þetta, já. Þegar þú ert að builda þetta og viltu vera með wood, ég man ekki nákvæm gildi, en það er allavega þannig og hérna sáum við, þarna var heal-offið byrjað. Já, það er svolítið skemmtilegt. Ég held að Dr. Hákon væri svo eini sem að væri eftir inn í hring. Já, ég líka. Og ég held að hann væri bara í að berjast þetta á móti. Þetta var svo sniðugt hjá honum. Ekki degi, sko. En Dagur, hann var bara búinn að vera crouchandi, bara crouchlabbandi, þannig að hann var ekki að gera hann einn fótspor. Ég held að það hafi bara allir verið búin að gleyma því að hann væri til hann. Já, þetta var svo vel spilað, sko.
Frábælega spilað en leikur 3 að hann farin af stað, þannig að við getum bara hoppa beint inn í hann og þarna sjáum við 2 leikmenn vera að lenda hansi nálægt hvor öðrum. Nei, það byrja að skjóta. Og já, Stuffy komið með byssu. Það einhver dáinn, það einhver fallinn hérna. Ég myndi nú henda pinginu niður. Já, góður. Ég veit ekki hver það var en það einhver sem búinn að kveðja þennan leik. Gleisi, hann á 89 í líf. En með því og Stuffy skannaðan hana, myndi ég gera ráð fyrir. Hann að reyna sko að hliðar hoppa út um hennan glugga sem getur verið rosalega leiðilegt. Það getur verið svo leiðilegt. Nei. Með að Assault Rifle og þá kemur pressan frá Theo Stuffy en Gleisi bara ekki nógu fljótur að bilda og Stuffy fellir Gleisi þarna snemma og á Hopeful Height aleinn. Þú beint ég að ræna skarkjöfabúð sem heitir Smash and Grab. Það væri Smash and Grab. Hann tekur laserinn. Nei. Halda honum tímabundið sem næsir þarna í gull og mögulega dilbit. Fyrir þá sem kannski ekki vissu að þá ef þið eru að leita ykkur að ótrúum og þægilegum og oft hérna uncontested eða það sem ekki neitt annar að reyna að fá dilbits að þá getið þið farið í þessar dematamerkingar á kortinu. Það eru þessar litlu skarkvöldabúðir sem eru til þess gerðar að maður steli öllu steinunum létta þar inni og stundum fær maður dilbit, annars fær maður bara gull. Já, Kart hefur lent hérna á Black Market með Muxis. Muxis búinn að lenda á þessu Black Marketi alltaf og fara beint í Midas Drumgun. Þannig að þess vegna sjáum við Kart vera komin hana með Midas Drumgunni. Ein pæling. Já. Núna ég svona að hugsa, sko, náttúrulega á meira við í Zero Build sennilega heldur en Build. En það gætir alveg verið með sko stakk af 3 Medmist-skinnum og Drumgunnið. Já. Og svo bara greina fyrir fram að þig og svo hort gegnum smókinu. Reyndar. Ógeðslega erfitt. Já, það geðveikt. Þú með þörmalinn. Já, ég var að prófa. Þannig að það geti jafnvel virkað líka ágætlega úr einhverju boxi eða annað, sko. Já. Ef að þannig ber undir. Það áhugaverð pæling. En þessi dilbit, hvað fær maður fyrir þau? Þá getur þú keypt þessar, Kristó fallinn. Hann fallinn? Já, fjall á móti NPC. Mr. Fletcher Kane. Það eitt. Það súrt. Já, það úlfurinn. Einn sterkur úlfur. Hann svolítið agró. Ég neita að trúa því samt að það hafi gerst sko án þess að það hafi verið einhver annar barda í gangi eða að Kristó hafi verið á hórvöxtur kringu sig að tekið skaða úr einhverjum öðrum á. Já, vonandi eigu klipp og við getum séð hvað gekk á eiginlega. En það færir hann svo sannlega töluvert langt frá öllum vonum það að vinna hér í dag. Já. Kart aftur á móti að gera ansi vel til þess að búa sína möguleika í þessum leik. Sjáum hann að 6 plassi, 6 minis, 3 storybotar, Mythic Drum Gun og Legendary Pump and Dump. Nice. Gott lútat, sko. Já, en með til hérna, þannig þú fara exotic, eða? Já, exotic eða mythic byssunar kosta dilbit á meðan þú getur fengið allt upp að legendary fyrir gull. Já. Þú getur gefið þarna epic og legendary byssunar fyrir gull. Dr. Hákon hér að nálgast Black Marketin hjá Magic Mosses en þar mun hann mæta Gnarr líka. Ó, já. Þetta er svona einn af þessum stöðum sem að sko, ef þú ætlar einhvern tímann að fara inn á Black Market þá áttu hérna hann að kaupa fyrir dilbit. Já. Þá áttu akkurat að sko, svo finna hann inn, þá fær hann að opna hérna kistuna, hann á annan dilbit, greinilega búinn að finna hann og þarna fær hann annan dilbit. Þannig að núna getur hann keypt sko þess vegna eina exotic byssu í viðbót. Sko. Hann er svolítið að vinna með Assault Rifle hann. Já. Þessi Chaos Assault Rifle eða hvað sem hann heitir, hann gerir rosalega mikið skaða. Já. Og við sjáum Gnarr fer hérna í gegnum Black Marketið ansi vel og tekur alla ammókassa sem hann finnur. Hann fyllir á healin sín, hann nær í Chug-Chuggið
sem að er með 400 400. og situr núna myndi ég segja á bara einu besta mögulega loadouti sem þú getur verið með. Já. Allavega fyrir close range bardaga. Þannig Lama Drama. Já, það hefur verið ansið mikil ferð á þessu Lama þegar það small inn í hliðin á þessum kletti. Já, greið. Gróf sig þarna andlitið á undan. Hún er alveg sjokki líka. Jæja. Þú veist, hann er með 3 big pots. Hann er með 6 splash. Hann er í Gnar toppmálum. hann er með úlfamedaljuna, þannig að hann Já. hefur verið að fæta þarna þegar Kristó fellur á móti úlfinum. Já, pottet. Þannig að Því og Stöffi, hann er ekki með neitt skjöld. Nei. Samt að reyta eftir einhver tækifæri hérna á móti Og Kart. ætlar hann í þetta? Þeir eru búinir að vera að berjast sko, þannig að hann finnur Kart þarna á jafna svolítið í Já, leikum. ok. Spurning Gæti hvort tekið að hann. Kart eigi samt ekki einhvern skjöld. Jú, hann er búinn að það. setja á sig. Þannig að Því og Stöffi Bakkar. gerir vel hann að vera bakkar. Búin að setja smá pressu á Kart neðan til þess að híla. Leiðilegt ballettir í þessu. Þetta Kart er að koma. Já, já, nei. Hann er ekki bara að koma, hann er mættur. Hann mætti að stur. Nota hanskana burt. Ú. Ég held að hann sé bara í klandrið, sko. Já, hann ætla að finna sér griðastað þarna. Nei. Já. Hann bauð Kart upp á að gera mistök þarna. Já. Ég veit ekki hvort þú sást það. Hvað er hann? Hann editaði glugga, Já. bildið sitt. Og svo fór hann alveg í vinstra hornið á næsta boxi. Já. Þannig að hann sé með hægri handa línu í gegnum gluggan og getur skotið þig. Þú getur ekki skotið hann eða þú reynir að pikka hann í gegnum gluggan. Þannig að hann bauð Kart upp á að gera mistök. Kart spottaði það að þetta var gildra. Já. Og náði að fara í kringum hana. Þannig að vel gert hjá Kart þarna. Mér finnst þetta nefnilega að því ég spila Zero Build, þetta er svo áhugavert með þessi build að vera svona snöggur að hugsa og velja rétti gluggana, þú veist, vegginn hérna til hægri, vinstri, þetta er geggjað, sko. Þetta er svo impressive, finnst mér. Allan daginn og ég held að margir átti sig ekki á því hvaða fer rosalega mikið, sem sagt, hvaða er rosalega mikil hugsun á milli, á baku það sem við erum að sjá. Já, akkurat. Og þó að þetta gerir svona hratt, Já. og þeir eru að gera þetta í rauninni án þess að þurfa að hugsa um þetta. Já. Sýnir líka bara hversu mikil æfing er hann á bakvið. Algjörlega. Kristó, hann er hann með Mythic Pistol. Já. Eitthvað sem við höfum ekki séð mikið af. Pistolin voru ágætlega vinsalinna á tímabili í einu sísoni. Já. Svona boxbreaker. Mér finnst þessi ekkert spes, en kannski góð í Zero Build. Nei, í Build. Ég held að hún sé bara almennt séð góð ef hún er Mythic. Já, þetta. Hún Nei. er ekki með mjög mikið spredd. Elsku lama. Elsku lama. Ætlar enginn í bjarginni. Nú mikið glamdrið. Gnar, hann er að koma þarna upp göngin sínum mér. Úps. Eða hvað? Hann þarf að gera það, það ekki? Rönnu leið út. Já, hann getur farið upp stigan inn í húsinu þarna. Fylgir Alex. Hann er komið með fínt loadout. Ekki kannski með alveg eins mikið af splassi sem hann myndi vilja. En Nei. hann er bæðið með skjöld og er með white heels líka. Eða það sem er grænt á okkar skjáin er kallað white af því að skaða tölurnar þegar þú skýtur einhvern og tekur græna lífið á honum eru hvítar. Já. Nei, það er dance. Það er danssýning hérna. F.A. Þorri. F.A. Þorri er það ekki Skibidi? Jú. Já, my man. Ok. Fylgir Alex, bara allt annað að sjá hann spila. Ég veit það. Sjá hvað hann gerir hér. Hérna á móti Jensinu. Fyrir á hægra. Ég þetta sé út úr bóksinu sinni til að gera þetta vel. Núna komin í smá vesen, komin aftur inn á lokra. Nei. Skilur eftir smá bílan og Jensina nýtir sér það, kemur nálægt þessu hérna hjá Alex, var búinn að spila vel fram að þessu. Já. Og þá er það Kart. Sigmar er nálægt honum, Sigmar að beila. Kart ætlar að vita eftir fyrr.
góður. Þetta er nákvæmlega svona sem maður notar þetta. Já, ég veit það, ef maður sér Bara- þetta, bara sett þetta niður. Og ég veit að það er einhvern veginn í kringum mig, núna veit ég allavega þú veist, hvar hann er, ef Já. hann er á þessum 100 fermetrum eða Svo hvað það er. dægilegt. Hann droppaði því. Sko ég myndi er hafa ekki minis. sammála þessu. Nei, ekki mínis. Hafðu hitt, tjökk. Þú veist, þetta var bara 75 líf í mín Já, sem hann var að taka upp hana. Þetta er 3.25. come on. Það var 130 eftir á tjökkinu. Vel gert samt þarna. Þarna notaði hann hanskana eins og maður á að nota á. Algjörlega. Til þess að koma sér hraðar niður á jörðina í einhverju rótiti. Braut vekk. Og Sigmar er hérna á undanhaldi hlaupandi akkurat núna. Er að bilda sig upp, koma sér upp á high ground, upp á þak hérna. Nær því. Er þá með góða línu til að sjá kart. Það tekur pingið hans. Nei, third party. Já. Það er eiginlega trist á það í þessum leikjum að það er alltaf einhver að horfa á þig einhvers. Já, Það var kart að reyna að koma inn með pressuna. Sigmar strax búinn að tryggja sig og hann að sér þig. já, Jensína mætt maður. Sigmar pikkar upp nokkuð mínis þarna. Það er ákveðið sprettir. Samt svo óþægilt þegar einhver fyrir ofan því, sko. Já. Hann vildi það helst ekki, en Hann brýtur sér niður. og sást það áður en hann droppaði þetta niður, Já. þá var hann búinn að byggja boxið. Já, Þannig að hann ætlaði ekki að taka neina sensa það geti einhver verið þarna á hæðinni fyrir neðan. já, nákvæmlega. Vel hugsað. Bara, þú vilt alltaf, þú veist, ef þú ert yfir höfuð að reyna að stunda sko pískutról, þá vilt alltaf bara reyna að eiga eins mikið af hlutum í kringu þú hægt er. Ef að það er til dæmis bara eins og þarna, þessi vekkur með hurðinni, Já, getur ekki etið þennan vekk. Þú veist, Já. ef einhver opnar hurðina, Já. eins og getur gert er að loka hurðinni. já, einmitt. Þú getur ekki bildað, þú veist, til þess að replacea vekkinn, þú þarf að brjóta vekkinn. Já, Þannig að þetta er bara, þú veist, af hverju ekki að tryggja alltaf að þú eigir allt Já, boxið í nákvæmlega. kringu þig eins mikið þú getur. Það var Karl loksins búinn að spotta hver það var sem var að skjóta á fjarska. Það var Jensína sem tók nokkuð skot tilbaka. Seaport City. Það er bara slatta aksjón þar. Kart núna komin upp á eiguna. ætla hann taki The Bows. Sko, það er aftur bara spurning, þú veist, er það þess virði í solos? Af því að þetta er boss sem er alveg smá erfitt að Já, drepa. hann er erfið, sko. Tekur alveg smá tíma. Já, Þannig að... já, meinar að klára skotin sín, svo kemur einhver og... Já. Já, ég veit það. Þú veist, ég meina, hann er með AR og hann er með pumpu. Já, Hann getur bæðir tekið damage frá bossinum. já, Hann mun taka hann allavega 2 mínútur að klára hann. já, ég veit það. Og á því tímabili, þá er þessi leikmaður bara mættur, Já, skilur við. true. Eða er allan tíman að leita að einhverju third party skotum og Já. tags og eitthvað. F.A. Þorri núna að púsa hérna á Fylki Allt opið finnur hann þarna en Fylki Gunnar svarar tilbaka. Gunnar stendur í medmistinu og er þá búinn að endurheimta allt lífið sitt þarna. En þó opið. Þorri ekki búinn að ná pískontrólinu samt á núna vegginn en ekki rampinn. Gunnar gerir vel, byggir sig upp þarna. Þorri búinn að ná aftur engu pískontróli. Gunnar gerir vel, byggir og heldur hæggráttunum. Þá hílaði sig báðir. Þorri núna beintur utan vegginn. Gunnar editar, leitar að skottækifærinu. Fekk hann næstu í þarna. Já. F.A. Þorri tekinn lár einhverstað. Já, Sennilega frá Sá einhverjum það ekki. þriðja aðila. hlýtur eiginlega að vera. En já, Lester, hann er kominn að það líka. maður. Medmist Grenan samt nóg, ásamt skjöldunum sem hafa með. Úff. Lester núna tekinn látt að reyna að fjallaðast þennan barda aðeins af Þorra sem komið sér í góða stöðu. Og fjall Gunnar Er á það? móti Lester. Eða er hann á bak... Hann er bakvið. Hann er ennþá viðandi þarna á bakvið. Já. Þannig að enginn fellur í þessum 3 manna barda. Og bara aftur, vel gert hjá Gunnari. Að koma sér í öryggi. Já. Taka líf af þeim Algjörlega. báðum Já. og lifa.
Það var gott save, sko. Lester koma sér í burtu. Getur samt ekki verið þarna, þannig að koma sér inn í hring, bráðum. Og mér finnst það þurfa meiri mats og ammo, sko. Þorri hérna leitar að Gunnari, svo hvort hann sé á sínum gamla félustað, svarið var nei. Ætti semst að finna hann þarna ef að Gunnar nær ekki að etla sig út og skjóta hann í bakið. Þorri er að horfa í kolvillasa átt. Já, Sér núna boxið. Veit samt ekki hvort það sé einhver í því eða ekki. Þannig að hann ákveður að velja sér leið inn í hring. Sigmar mættur maður. Þetta er það sem þolinmæði getur gert þarna. Við erum að sjá það frá Gunnari. Hann fá nokkuð tækifæri núna en búinn að kjósa að taka því ekki og það kemur honum örugglega. Sigmar, ætlar hann ekki bara á hann? Ég meina eins lengi og Gunnar hreyfir sig ekki, þá veit Sigmar ekki að það sé einhvern inni. Þannig að hann þarf að... Hann ætlar að taka sensi samt. Hann ætlar að taka sensin, hann ætlar að reyna að Hún brjóta langar sig í aðeins boxið. að kíkja á það. Og sjáðu hvað hann gerir fyrst. Tryggir hann á eins mikið pieces og hægt er. Núna á hann þetta loft og þá er Gunnar í vesinni. Gunnar gerir samt vel, kemur sér strax út úr boxinu, leiður orðið órugt og byrjar að byggja sig upp, boxa sig aftur saman. Lester er mættur. Já, Lester tekur Gunnar lágt, Sigmar klárar hann, óþægileg samloka að lenda í þarna, en allt samt alveg svona eftir bókinni spilað hjá Gunnari. Já. Eina sem ég hefði viljað sjá materials sem hann var með og sjá hann vera byggja úr við en ekki metal þarna. Já. Fínt að byggja þetta box sem hann var í úr metal, en ekki þau vart á undanhaldi frá pressu. Nei. Sigmar núna í bardaga á móti Lester. Ég veit ekki hvort hann kannski fatti að sé Lester og ákveður bara að koma sér í burtu. Einmitt. Lester the Guru. Dr. Hákon. Dr. Hákon er í fórustinni hér. Akkurat núna Sigmar stutt á eftir honum, þannig að þarna er bara það á toppnum, ákveðin toppbarða. Emil spottaður hérna nokkuð skot frá Sigmari. Og sjáum það að Sigmar er núna að reyna að koma sér sko, hann er að reyna að koma sér eins framarlega inn í hringinn og hægt er. Já. Það er eiginlega bara hann og Emil sem er að gera það. Var þetta ekki Emil? Nei, hver var þetta? Ég sé hann ekki hérna. Jú, þetta er Emil. Já. Þeir tveir eru bara að pæla því núna, sko. 13 leikmenn eftir. En þá svona þokkalega stór hringurinn og kannski svona 2 hringir í viðbót þangað til að við fáum þangað til að verða þröngt á þingi og leikmenn byrja að berast meira. Já. Áhugavert. Hluti af þessum hring, næsta hring er yfir göngur fjallinu. Þar getum við séð einhverja leita sér að griða staði í göngunum. Svo eru margir á Seaport. Já, það er búið að vera bara hasar í Seaport. Bara frá eiginlega upphafi, sko. Já, þau þurfa allir að færa sig. Allir að færa sig fyrir eitthvað langt, mér að segja. Jöp. Og ákveðin svona virðing gefin hann það síns mér á róteitinu að vita allir að þau þurfa að fara. Ég er samt að byrja að taka skot á gunna. Ok, Kristó, Sigmar og Dagur. Sigmar og Dagur. Kristó, hann er væntanlega að leita að einhver tækifæri til þess að blanda sér í þennan bardaga. Hann verður eiginlega að gera það, sko. Nei! En hann verður bara sjálfur undir pressu þarna. Jöp. Núna sjáum við að það er farið að þrengjast aðeins. Ég vil sjá hvernig að fara í göngin, sko. Já. Það er ekki mikið af þeim inni, sko. Og gæti verið í vesenni ef að hringurinn færist í einhver aðra átt. Já. En gæti líka mögulega bara komist í topp 3 á því að fara í göngin. Já. Ætla Kristó að geta að vinna með high ground? Það fyrir að koma að því. Ég held að hann sé ekki að fara að gera það þegar að hringurinn er að hreyfast upp fjall. Já, nei. Það styttist. Það er svona erfitt að halda high groundinu eins og hringurinn er akkurat núna. Gunnar og Jensen er bara hlið við hlið, sko. F.O. Þorri tekur fylki hlassi, Kart tekur út Steffinator, 2 fettur þarna með stuttu millibili. Gunna og Kart.
Já, Karti fastur fyrir utan hring hérna. Hann er að fara í storminn. Skaða, er með Medmist Grenade sem heldur honum heilbrigðum í einhvern tíma. En þarf á endanum að fara að koma sér inn í hring. Þá hreyfist hringurinn norður á spilarana. FH Þorri hérna langt rotate fyrir höndum og ekkert movement. Jep. Spotta gunna hana, hittir nokkur skotum, leitar sennilega að einhverju meira. En er hann með 20 bild? Hann er með 20 bild, Úff. það er ekki nóg. Hann þarf að fá refresh. Sko, er þá sniðugt að brjóta gamla byggingar eða? Nei, þess að þú færð ekki bild sem þú brýtur bild hjá öðrum. Þú færð ekki matt. Nei. Þú þarft að brjóta þá annarkvort tré eða steina. En hann ætti að vera að slá í öll tré sem hann getur. En þetta er til dæmis ekki leið til þess að farma mat. En þarna er þetta samt sniðugt, að nýta bildin frá þeim. Hann á að vera með þennan steinu við hliðina á sér, á ferðinni. Já, ok. En það er sniðugt að nýta bildin frá öðrum af því að þau eru oft á góðum stað fyrir því til þess að komast inn. Svo bara fyllur uppi með þínum bildum ef þú veist að þau eru tóm. Jensen er hann að næstum að fá tækifæri til þess að slá gunna fram að fjallinu með kilfunni. Spottar þarna að það er einhver hátt uppi. Nei, hann er með 13 HP, Kart. Kart er með 13 HP og hann er bara að finna eftir Nei, hann er bara að taka. Þarna er drömgunni. Og svo það fekk heal. Það er svo sterkt. Fekk heal fyrir það. Það er svo sterkt. Þetta var vel gert maður. Þetta er stórt refresh þarna fyrir Kart. En er hann svolítið í vondum málum? Hann er í bullandi veseni, sko. Hann er bara í bullandi veseni. Emil tók hann. Og blokkaði þarna. Emil á hægrandinu spottaði hann. Emil er komin hægrandi aftur. Var hann ekki seinast? Nei, á dag. Það dagur. Já. Það er greinilegt að þeir ætla að skipta þessu hægrandi eitthvað á millisíni hérna. Af því að í þetta skipti er það Emil. Ánægði að sjá okkur aðra fyrir að gera þetta. Emil droppar aðeins niður, ætlar að aðeins minna fyrir ofan á og ætlar að tengja hægrand sitt á fleiri stöðum við bildum neðan. Núna er verið að reyna að skjóta hann niður til dæmis. En Kilvan bjargar hann frá fall damage og hann byggir sig aftur upp á hægrandi Dagur að leita að tækifærinu en hann var flóraður þarna af Emil, stoppaði getuna sinni á að rampa sig upp. Kristó Jensína þarna í bóksi. Og er Emil að toppa upp lífið áður en hann hoppar hérna niður fyrir ofan Jensína, Kristó og Dr. Hákon. Hann ætlar bara að koma sér eins langt og hann getur í rótitinu. Já. Tilbúin að færa svo lókrandi. Þetta er stór hættulega það sem Emil er að gera. En ekkert að vera sig, já ok. En vel gert aftur, finna þau bild sem hann getur. Það var eitthvað komin hliðina á hann. Já, ég svo það. Og nógu langt við hliðina á hann samt að Emil bara bildaði. Ég sýnist að það hafi verið Gnar sem kom hann niður. Jensína, hann bætir við aftan á þetta fallega litla hús sem að Gnar var að byggja sér þarna. Og þá er það 6 leikmenn enn á lífi. Nokkurn veginn svona ofan okkur öðrum. Kristó, hann er komið með hægrandi. Já, Kristó! Hann er að nýta sér það að hérna er einhver rafmagnsturn sem að Kristó getur byggt út frá. Og hann ætlar að chilla þarna eins lengi og hann getur. Dr. Hákon hér að setja pressuna á Gnar, fær hana og þetta er nákvæmlega ástæðan fyrir því að hann keyrir þennan riffil. Finnur Chuck með 400 í líf eftir. Og medaljan, ætlar hann ekki að taka hana? Jú, sennilega á endanum. Hann virðist alltaf að halda sér allavega spurning hvort hann alltaf að halda sér út í stormi einhvern tíma eða hvað. Wow, stöðu Jensínu. Það er rosalega mikið af heal. 7 HP sko. Já, Jensína má ekki stíga einu skref inn í stormin, getur ekki lifað af 1 tikk í storminum, þannig að alls ekki má hann stoppa. Drífos. Og þarna þurfti hann að láta vita af sér. Já. Og fær einhvern veginn barda á móti Emil, en er með engin bild. Og fekk ekki einu sinni, jú hann fekk 1 bild út úr þessu tré. Nei. Hvernig er Jensína ennþá á lífi? Þetta mikið enga sens. Loksins komið með nokkuð bild þarna og þá er Dr. Hákon að koma út úr storminum. Jensína á ennþá ekkert líf, það var bara skjöld. Þeir eru 3 eftir. Jensína, Dr. Hákon og einhvers staðar lengst upp á hægrandinu er Kristó. Jensína fallin, Dr. Hákon með þá fellu, ekki samt áður en að Dr. Hákon tók skaða á móti. Já. Og það er bara Kristó, high ground kóngurinn. Þetta verður æsispennandi. 31 bild eftir líka nóga bildi. Hann er að pústa. Droppar hann það niður og hann ætlar að slá Dr. Hákon eins lágt og hann getur, eins oft og hann getur.
Klárar þennan bardaga þarna Dr. Hákon í öðru sæti, þriðja leikinn í röð. Og spurning hvort að það sé nóg fyrir hann til að halda í forystuna. Kristó með fyrsta sigur sinn hér í kvöld. 3 leikir, 3 mismunandi sigurvegarar og stöðutaflan er æsi spennandi. Kristó að minna á sig, sko. Já. Eftir að hafa fallið mjög snemma í fyrstu 2 leikjum. Já. Þannig að hann er mjög neðarlega á skorborðinu. Já. Sem þýðir það fyrir leikmann eins og Dr. Hákon, og þá er þetta nákvæmlega leikmann sem þú vilt að sé að vinna þennan leik. Já. Hann vill ekki sjá Sigmar, hann vill ekki sjá Dag. Já, Dagur auðvitað. Sigmar fjallu úr leik svolítið fyrr í endgameinu. Já. Þannig að ég held að Dr. Hákon, af því að hann er búin að lenda í öðru sæti í öllum leikjunum. Já. Hann er ekki ennþá búin að vinna, hann er búin að lenda í öðru sæti í öllum leikjunum, en hann er samt að fara að vera á toppnum á stigatöflunni af því að hinir leikmennir skipta á milli sinni sigur. Já. Þannig að hann er svo eini sem er búin að vera alltaf í öðru Já. sæti. Og það gæti verið leiðin að sigri hér á loka deginum fyrir Dr. Hákon. Já. Nýjasta meðlum mótastjórnar að Já, koma hérna inn nákvæmlega. og raða inn bara öðrum sætum. Já. Það er algjörlega virkilega vel gert. Geggjaður bara. Það er bara þannig. En við tökum okkur stutta pásu áður en að við hendum okkur hér í síðasta leik dagsins þegar við komum tilbaka. Síðasta eða næstíðasta, við þurfum bara svolítið að sjá til hvað við náum mörgum leikjum. Já. Ég var alveg til í að sjá 5. leikinn, sko. Ég líka. En við erum með verðlaunaafhendinguna hérna klukkan 4. Planið er 4 leikir, en kannski ef allir eru til að þá náum við 5. leiknum, hver veit. En við komum allavega tilbaka með leik númer 4, eða stigatöflu, endursýningar og svo leik númer 4 eftir örskamma stund. Wait, is he switching lanes?
Já, verið velkomin aftur hér á loka dag Elko-deildarinnar upp í Arena. Það eru 3 leikir búnir og keppnin æsni spennandi. Við teljum án þess að hafa séð stigatöfluna að Dr. Hákon sem mögulega búin að tryggja sér efsta sætið hér með stöðugum öðru sætum í þessum leikjum, búin að alltaf vera í öðru sæti. Og við erum að fara að fá staðfestingu á því hér. Jú, mikið rétt, Dr. Hákon með 70 stig á toppnum akkurat núna. Eftir honum er Sigmar með 47 stig, Dagur með 44 og svo Emil með 39 sem þýðir 23 stiga forskot á Dr. Hákon áður en við förum inn í 4. leikinn sem að gæti bara einfallega verið, ef hann gerir eitthvað í þessum leik þá er hann bara mjög líklega búinn að tryggja sig sigur. Já, eiginlega sko. Þannig að Úlfurinn Fletcher Kane, hann er komið með 2 stig. Fyrir fellina á Hækristó. Já! Það er alltaf hress og skemmtilegt fólk hérna í framlýsluherberginu hjá okkur. Fletcher Kane kominn á blað og svo sem ekki tekur ég ekkert að fara yfir restina af stigatöflunni myndi ég segja. Það eru kannski leikmenn sem er með 40 stig eða í kringum það sem að eiga séns. Nema Dr. Hákon detti út mjög snögglega. Þannig að það er þá kannski Dr. Hákon, Sigmar, Dagur, Emil, Gnarr og kannski Kristó er bara held ég of langt í burtu, 33 stig. Hvað hoppaði Kristó hátt upp? Hann var áðan í 17. eða eitthvað? Já, þú veist, hann var bara mjög hátt upp sko, hann var rétt svo kominn á blað áðan sko. Já. Þannig að vel gert. Ég myndi segja bara vel gert hjá honum, en hann þyrfti þá að vinna sko annan leik í röð ansi mörgum fellum. Algjörlega. Og hann þyrfti helst að fella Dr. Hákon, Sigmar, Dag og Emil snemma. Já. Ef hann ætlar svona að útiloka þessa topp scoring spilara. Já. Þannig að ansi langt eftir ef þú ætlar að taka Dr. Hákon út á þessum tímpúti. Já. En að því sögðu þá bara förum við að nálgast leik nummer 4. Það er allt á fullu í undirbúningu á því akkurat núna, en við ætlum að kíkja á klippur úr leik nummer 3 áður en að við förum þangað. Og við komum hérna inn, hérna var Karta berjast á móti Jensínu. Þetta var svolítið langur bardagi og á endanum fékk Karta þægilegt edit inn í að klára Jensínu þarna. Kristó hér festist aðeins fyrir utan Storm í bardaganum sínum á móti Gunna á endanum samt nær að komast þarna inn. Það var þarna 1 pumpuskot, svo 1 högg með pickaxinu og svo upp með riffilinn til að skjóta rampinn og þá er pumpan tilbúinn. Hérna var Kristó, allt í hennu kemur Gnarr inn í boxið í honum með pump-up-inu. Kristó reyndi þarna að snúa rampinum við, ég veit ekki hvort þú sást það, hann reyndi að snúa rampinum við og staðfesta editið, þannig að hann var með crossið tilbúið til þess að skjóta. En það var bara ekki, það var oflítið of seint hjá honum þarna. Já. Emil tekinn út þarna fyrir utan hringinn og Dagur. Þetta er leikur 2. Já. Þannig að við endin á leik 2 hér.
þegar að Dagur var búinn að koma sér og þarna ættum við að vera komnir í leik númer 3. Jöp. Já, hérna hann með 13 HP. Já, hérna Kart með 13 HP að finna fellinu á F á Þorra. Fær þar eitthvað smá HP tilbaka, reynir að sækja lútið en það endar á því að vera mistök þar sem að núna allur hringurinn svolítið að horfa á hann allavega Emil sem hann hátt uppi, nær að klára hann og það var svolítið... Átt hann ekki bildið það? Ég sá það ekki. Nei, ég held ekki. Já. Þarna droppa Kristó niður á Dr. Hákon og þetta sko, mér finnst þetta eiginlega að vera svindl með kilvuna, hversu oft þú getur spammað hérna þessu sem að slæri þér í burtu sko. Já, ég veit það. Þú getur gert það bara það hratt að þú ert eiginlega að gera það hratt og hitt höggið sko. Já. Þannig að maður spyr sér bara af hverju myndi maður einhvern veginn nota hitt. Einmitt. En þá það leikur 4 sem farin hérna af stað, rútan flýgur hér yfir mappið og hérna sáum við Sabrinu Carpenter leiðinni niður á vígvöllinn. Stefanitor með nýjasta skinni hér í Fortnite en eins og glöggir vita þá voru Sabrina Carpenter tónleikar í Fortnite fyrir skemmstu. Já, ok, mista þeim. Ertu búin að sjá Adventure Time skinnin? Nei. Þau voru að koma út í dag. Ekki búin að sjá þau. Stefanitor hér ætlar að gera tilraun með að fara á Black Market-inn, sér samt að hann ekki með besta droppið. Þannig að það Glazy sem komin hérna niður fyrst og hefur svolítið verið konsistently fyrstur í að komast niður. Kart ætlar að elta hann. Glazy stoppar þarna áður en hann fer alla leið inn, fer þangað núna, heldur right hand píkinu, veit að hann að fara að fá dilbit þarna og mun þá vera betur vopbúinn til þess að taka á móti Kart. Þannig að þetta er nefnilega málið, sko, bara leiðu missir mannskjuna þarna niður, þá þarftu eiginlega bara að fara. Já. Því að það bara ekkert eftir fyrir Kart til þess að taka þetta. Nei, þú vilt ekkert labba þarna niður. Það tekur bara mótið þér. Kart hvert fyrir þessi? Fer í kamarinn. Já, ok. Kemur hérna út rétt fyrir utan Mast Meadows. Hann situr núna bara á einföldum Hollow Twister og það eru leikmenn hér í Mast Meadows þannig að hann þarf að hugsa sér tvisvar og finna sér einhvern annan stað. Ekki besta byrjunin á leiknum hjá Kart. Nei, hérna tunnur loksins. Fyrir þá sem að spila Fortnite og eru oft hérna til þess að slá þessar tunnur og annað, gerið það fyrir mig, reynið alltaf að hitta í miðjun á hringnum. Því að þetta í rauninni bara frýr aim trainer sem að mjög gott að æfa sig á. Já. Þannig að það alveg ótrúlegt hvað miðið fljótt að byggjast upp og verða betra ef að maður í alvörunni að leggja sig fram við að reyna alltaf að hitta miðjuna á þessum hringjum sem að koma þarna. Og mér finnst að gerast alltaf oft, sérstaklega hjá nýri spilurum, að þeir bara svona sleppa því að spá í því. Já, og ef þú hittir beint á hringina, þá ertu miklu fljótari að sprengja þér. Já, þá gerur tvöfaldan skaða á hlutin sem að þú ert að slá. Áhugavert að við erum að sjá í rauninni enga notkun á launchpötunum, þrátt fyrir að þeir séu í boði. En það þá væntanlega vegna þess að fólk vill helst ekki vera fljúandi í loftinu þar sem að allir á servernum geta skotið. Sko. Já. Kart heldur áfram í megabastli bara að leita að einhverju hérna. Hann farin að synda á einhverjar eyjar út á miðju vötnum að reyna að finna sér einhver heals. Hætti við þetta? Já, hann var bara að reyna að koma sér hraðar af stað aftur. En það sem ég finnst áhugavert af hverju hann ekki að veiða, sko. Já, ég hugsaði það, sko. Það má alveg finna eitt og annað úr þessum veiðihólum. Það líka, sko, ég veit ekki hvort að fólk veit það almennt, en þú getur nota laserinn til þess að veiða. Nei! Jó, þannig að þá getur þú sko farmað heals bara mjög hratt eða með laserinn, þá getur þú bara straujað alla þessa veiðihólur og fengið fiskarna sem eru í þeim. Vá, geðvægt. Þannig að poppa bara gett margir fiskar upp, skilur við. Ok. Maður alltaf að læra þér. Einhver hugs. Já, það svona. Og það alveg fullt af hlutum sem að ég veit ekki, sko. En Glazy, hann komin hana í bardaga með drömgunni. Kart í bardaga hér á móti Steffen sem að pússa hann. Sabrina Carpenter aldrei verið vígalegri. Mér finnst það svo ógeðslega fyndið kollab, sko.
Já, ég veit það. Þú veist, Sabrina Carpenter er kannski ekki beint svona sem hún myndi tengja við gaming, sko. Nei. Tónlistasinni. Þú veist, í það minnsta, sko, þú veist, Eminem og Travis Scott og allt þetta, þú veist, sem að hafa verið hérna áður og Marshmello, er allt svona einstaklingar sem að spila tölvuleiki Já, opinberlega, sko, einmitt. og eru svona opnum með það. Svo farið bara Sabrina Carpenter bara í hérna prinsessukjólnum. Ég hugsaði að þetta er auðvitað gert fyrir stelpunna sem spila. Já, Er það ekki? alveg örugglega. Og hérna, Sabrina Carpenter bara frábær tónlistarmaður líka. Já, og líka festival dæmið. Já. Þannig að Glazy hér. Nei, Ó, þetta mátti þetta hann var ekki við. högg maður. Það er Muxis. Og hann er að pússa. Nú, Glazy byggði þennan vegg sko á meðan að kúlina voru á leiðinni. Já, Þetta var ótrúlegt. Hann sitt tæpur þarna bara á að falla strax. Finnum sér núna medkit, frábært find þarna fyrir Glazy. Kemur sér einhverstaði fyrir þar sem hann getur fullboxa sig. Muxis enda með pressu, en Glazy já, gerir ok. vel. Og þetta lendar í smá vesinni af því að hvernig veggurinn var í rauninni editaður. Já. Því að hann var ekki með skot á Muxis en Muxis náði að skjóta hann í lappirnar. Glazy núna medkita, Muxis nota minis. Og medkit núna sem því það að Glazy þarf að fara að pusha ef hann vill ekki að Já. Muxis fái forskoti hér þegar kemur að lífi. Já, Og Muxis er mjög lár hér, drömgunnið er Já, erfitt viðregnar já, og já. svo stuttu færi. Og Glazy tryggir sér þessa fellu. ég hefði nú tekið hina shotgununa, svona geðvig, sko. Já, ég held að hann ætlaði að gera það á endanum. Ég held að sé var að reyna að pikka um þessi minis. Já, Loksins komið með þau núna. nei, hann Nei. er bara með græna. Kísar Auto. Twin Mag. Nei, hvað er það? Twin Fire. Twin Fire Autosögun, held ég. Twin Fire. Já, Skeitir tveimur kúlum hann í einu. Hún getur verið mjög sterk og helstu mistökin sem eru gerð. Kristó. Já, Kristó, hann er Fallinn. fallinn. Það þýðir að Kristó, já, ekki lengur möguleika á sigri hér. Nei. Já, Auto líka góð, þú veist, hann er að skjóta oft án þess að þurfa hérna reloada. Já. En tekur ekki eins mikið damage og eins og hinn. Nei, sko, vandamáli með hana Mm. er að þú bara mátt ekki, sem sagt, mátt ekki skjóta af bara meira heldur en 2 metra færi. Og þú mátt eiginlega ekki skjóta án þess að, sem sagt, sko, skópa inn, eða þú veist, ekki skópa inn heldur, Já. halda inn hérna hipfærinni. Já. Þannig að þú veist, það sé aðeins nákvæmara. Af því að annars gerir hún bara vallaskaða. Já, Þú ok. bara, þú getur hitt bara, þú veist, þú getur verið með bara miðið bara square á einhverju gæja Já. og gert sko 24 eða eitthvað. Já, ok. En leið þú zoomar inn og ert aðeins nær, þá gerur þú 120, þú veist. Þannig Já, að vá. ef maður er góð með henni, þá getur hún verið mjög góð og við sáum Glazy nota hana vel þarna. Já, hann gerir það. Nei, 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 nei. Og Það var Glazy. Sigmar er fallinn. Það er annarsætið. Áskorendur á hendur Dr. Hákons. Hríðfalla hér. Drömgunum verður svo erfið sko þegar þú ert komin á seinni hlutan af hérna magasíninu. Já, En þá byrjar hún að tóða svo rosalega mikið upp. já, Fyrstu ok. 15 skotin eru bara laser og svo byrjar hún að tóða svo mikið upp. Oh. Það er svo erfitt að hérna, Afstillana. já, stilla hann af. Já, Þannig að maður þarf eiginlega svona, þú veist, maður þarf eiginlega að lenda fyrstu 10-15 kúlunum, þú veist, vel. já. Annars er maður komin í vesen, taka sér pásu á sprayinu og halda á hann. Jæja. Hér er þetta Steffen. Tekur hann látt, byggir síðan leið og hann sér að Steffen er að snúa sig við. Sabrina er kannski vandræðan. Sabrina Carpenter hana. Það má klötsi þetta. Sabrina Klutchenberg. Lestir, hann er að pota í alla veggi. Já. En, sjáðu, Steffen gerir vel hana, skiptir út loftinu sinu og setur kón fyrir ofan. Já.
fer síðan beint í það að ná tilbaka stjórn á veggnum sem að Leicester var með og nýti tækifærið að Leicester sé að metta til þess að koma sér í burtu. Já, Stefanið er ekki til í þennan bardaga akkurat núna, bara helst segja hei, látum mig í friði Leicester, en við vitum að Leicester þegar hann hefur fundið tvöfaldastakkan þá er hann ekkert rosalega mikið í því að sleppa honum en heyrir þarna annan bardaga og lætur svona draga sig til hliðar og þar var Kristó að berjast og er núna að hýla sig, sleikja sárin eftir þann bardaga. Ætti núna að heyra hann er að taka skada. Já, þá er ákveðin svona samloka komin hérna og Kristó er áleikið eins og er, Gleysi á annarri liðinni, Leicester að púsa inn á hinni. Hann er komin inn. Nei, Gleysi, já. Gleysi á bara 70 kúl. Það er að fara að bæta þessu skotum. Leicester núna komin inn á fyrir neðan bóksi hjá Kristó. Fyrir ofan bóksið, bóksið er opið en Gleysi lætur Leicester aðeins finna fyrir því. Gerir þetta aðeins flóknara fyrir hann og það er fleiri sem eru held ég byrjað að blanda sig í þetta líka. Nei, þetta er bara Gleysi. Bara Gleysi sem er með óþráfa vesen þarna. Leicester hýla sig upp. Fínt skot þarna hjá Kristó, nær 30 af Leicester. Það tjög er að vera búið. Núna getur við komin tími til þess að skipta. Leicester heldur áfram að reyna að ná bara fasteign hér, bita fyrir bita. Kristó núna komin í aðeins opnara svæði. Hann nú ansið vel vopn búinn samt sem áður. Já. Kristó. Og þarna þetta bild algjörlega bjargaði Leicester. Kristó hefði tekið sko 180 með þessu skoti ef eitthvað hefði hitt þarna. Og svolítið úr karakter hvað við erum að sjá Kristó geiga mörgum skotum hérna á stuttu færi. Er núna boksaður inn að Leicester, þarf að koma sér úr þessari stöðu. Gerir það vel. Og þeir eru svo nálægt. Þarna var frábært sokkunskot á Leicester en Leicester svarar með 2 skotum sjálfur og eins og hendi væri veifað þá er hann allt í núna að fella hér Kristó. Hann fær þá tækifæri til þess að taka stóra tjögg-tjöggið sem að Kristó var með. Og væntanlega tekur Mythic byssurnar hans báðar líka. Ó já. Hann er í góðum málum núna. Spurning, hvar er Mythic sjokknið? Leicester sá það ekki. Það skilur okkur eftir. Það er engin nálægt honum í kring. Nei, ég veit ekki hvort hann sé að leita því eða bara farma. Bara farma, ég finnst það bara að vera farma. Það á að vera Mythic pumpa hérna í þessum bildum einhvers staðar. Hann er að byggja að hætta við, jæja. Hann á bara 50 builds eftir, þannig að það er tími til að farma núna. Jep. Ég myndi frekar taka loadoutið hjá Jensinu og 150 builds heldur en loadoutið hjá heldur en betra loadout og 50 mats eða 50. Já. Birkir Gunnar, þolinmæðin upp málið hér. Laying low. Spila þetta bara eins og maður á að spila. Gunnar líka í góðum málum með 2 tjögg. Spurning hvort að hann sé að horfa á eitthvað mögulegt heal-off. Hákon hérna. Dr. Hákon fórustu sauðurinn hér í þessari keppni. Hérna er einhver að mætast. Leicester tók Jensinu. Já, Leicester heldur áfram að bæta fellunum við í þessum leik. Búinn að fella Jensinu hér. Alex bara í róleitum yfirveður að lúta. Dagur hér geti fengið tækifæri á FH Þorra. Virðist samt ekkert hafa neitt áhuga á því. Nei. Hvort Dagur sé kannski bara á klóstinu.
Lester, hann farin að láta finna fyrir sér, hann farin að leita fellum, það bara þannig. Já. Við sjáum það bara á því hvernig hann að spila akkur núna. Hleypur hér eins og óður maður yfir mappið. Hann hlistur. Freyjar allar runna. Fylgir Alex mjög nálægt. Já, gæti verið fundin í runnanum hann af Lester. Einmitt. Það var Dagur kominn aftur, hann að byrja að reyfa sig. Hann að fylgjast með honum. Ok. Hann með gráa. Þetta bara fínt. Sjálfu. Já, ég meina, þú veist, þegar þú ert í svona keppnisleikjum, þá þarftu ekkert alltaf endilega að vera með besta lútið. Ok. Þú veist, ég meina, jú, þú vilt það, en hvort viltu sem sagt taka sjensin á því að lenda í bardaga og eiga 50% sjens á leikurinn sem búinn, eða jafnvel 70% sjens ef þú ert ekki bara yfir meðaltal góður í þessu lobbyi og geta mögulega fengið bláa haglabyssu. Já, ég eða skil þig. bara taka því rólega og vera með gráu, skilur við. Já. Gráa vinnur ennþá vinnuna ef þú lendir í bardaga. Já, ok. Þú þarf að gera kannski, þú gerir aðeins minni skaða og hafa aðeins minni fyrir því, en það er minni áhætta falin í því heldur en að fara kannski út og bara halda áfram að leita. Já, ég skil þig. Svona langt komið inn í leikinn. Og Lester hérna núna er búinn að læsa augun á Steffinator. Sabrina Carpenter hérna búinn að vera í, búinn að vera að hörfa bara allan leikinn. Já, búinn að vera að hönda hana. Lester hugsa sér tvisvar samt, Bakkar var að elta þarna alveg út í jaðrin á hringnum. En hringurinn er að hreyfast og Steffinator er núna fastur fyrir utan hring. Og óöruggur það hvort það sé einhver að bíða eftir honum. Einmitt. Hvað Falcon Emil er að gera. Sýnst hann bara að róta þetta inn í hring. Hérna er eitthvað. Lítið vesen, en Lester, hann er í barda. Kemur svo sem ekki á óvart. Hérna er hann á móti FH Þorra. Núna skotir í bakið líka. Yep. Eitthvað third party í gangi. FH Þorri orðin lár. Hefur núna tækifæri til þess að hýla. Þannig að Lester bara gerir svo vel, hann býr til þessar línur, þessar sóknarlínur. Núna er hann búinn að greiða leiðina til þess að hann geti komið þarna, hlaupið þarna í gegn og sett pressu á vegginn hjá Þorra. Já. Svo bara býður hann aðeins, tryggir að hann eigi meira kontról. Núna getur hann farið alltaf upp líka. Hoppar ofan á Þorra þarna, kónar hann, sem þýðir það að Þorri getur ekki editað sig upp og farið gegnum kónið hans. Já. Þannig að frábær kennslusnund í pískotról hérna. Medmist Greinan gerir gott fyrir Þorra, gefur hann tækifæri til þess að mögulega svara fyrir sig þarna. Hann hoppar út eins og óður maður, nær skoti á Lester, það gerir samt bara 50. Og Lester er með slatta af heals eða hvað, hann er með 2 splasses og með 1 mini. Spurning hvernig healstatusin lítur út Þorra megin. Þorri er allavega bara læsturinn í þessu boxi akkurat núna. Þarna kom Lester, já, virkilega vel spilað þarna. 1 skref í einu. Það er þannig sem að Lester nálgast boxfights. Hérna eru margir í kring. Það farið að þrengjast núna 11 leikmenn eftir. Við erum að horfa á það að hringur númer 6 er að lokast. Fylgir Alex enn á lífi. Með 2 medmistgrinur sem að mun hjálpa honum, myndi ég segja, svona til þess að taka svolítið kannski í stopptakaðan ef hann lendir í einhverju bíltvætti. En leiðilegt svo sem fyrir Alex að Lester er hérna að
læðast upp fjallið í hliðina á honum. Já. Alex sér glitta í hann skýtur nokkuð skotum. Skoðar hvaða tækifæri hann hefur til að rótita og ákveður að hreyfa sig núna. Þannig að ég myndi segja að það væri frábær ákvörðun. Já. Núna hefði ég viljað sjá hann, sko ég hefði viljað sjá hann eiginlega bara halda áfram hann. Já. Þú veist, Gunnar, kart fellur fylki Gunnar. Fylgir Alex, hann kominn langleiðina í rótitið, að nýta sér náttúrulegt cover þarna í þessu húsi. Aftur, þú veist, sniðugt að gera þetta, en þú hefur líka tækifæri leið þú ferð í þetta hús að brjóta veggina og skipta þeim út. Þannig að þegar þú brýtur vegg og setur þinn vegg í staðinn, að þá endar þú samt nettó með meira materials heldur en þú eyddir. Já. Þú fær kannski, þú veist, 18 úr veggnum og byggir fyrir 10. Já. Þannig að þú nettó græðir á því ef þú brýtur alla veggina í kringu þig og skiptir út fyrir þína veggi á sama tíma og þá stjórnar þú öllum veggina. Já. Þannig að ég skil alveg að hann að reyna ekki vekja athygli á að hann sé þarna, mögulega kannski hleypur einhver framhjá, en í samt fullkomnum heimi besta strategían þarna að skipta út veggjum. Já, til að vera alltaf safe. Já, og bara til þess að vera alltaf við stjórnina. Já, akkurat. Þeir þurfa að færa sig alveg slatta, sko, næsta hring. Já, þetta voru erfitt róteit og það eiginlega allir fastir eins og sér þarna á bakliðin á hringnum sem lengra í burtu frá róteitinu. Það einn leikmaður sem kominn bara svo til inn í hring og getur chillað, við sjáum það þarna á kortinu. Já, svo eru tveir þarna mjög nálægt hver öðrum. Já, það Gnarr og hver þarna við hliðin á Kart. Þeir eru þrír hérna eiginlega, einn leikmaður í viðbót, Gnarr tekur á skarið. En hann undir pressu allstað, Glazy kominn hann í bakið á honum líka og Gnarr þarf núna að byggja sig inn í eitthvað öryggi. Það bjargar honum að Glazy líka að díla við aðra leik. En við sjáum það Gnarr með þessi 2 chug, þannig að hann alveg að híla sig alla leið upp í fullt. Gæti jafnvel hangið aðeins í storminum ef hann svo vill, ákveður samt sem áður að bara hreyfa sig. Finnur sér tækifæri til þess að pikka upp smá brikkana. Sér þá Alex samt og reynir að taka skotin, en Alex gerir vel, byggir sig mjög hratt og örugglega upp og heldur áfram róteitinu sínu. Gnarr alveg að vera komin inn í hring hérna. Kart aðeins aftar í róteitinu, þarf að komast framhjá ansi mikið af fólki þarna og leið og hann hoppar út og þá er hann skotin frá öllum áttum. Missir skjöldi sin þarna. Stressandi að þurfa að færa sig og byggja. Já. Og við sjáum að það eru kannski, sko, þú veist, það alveg sumi leikmennarna sem ætti alveg að huga að því að bara tönnela sig inn, frekar heldur en að reyna að taka einhvern séns. Já. Fylgir Alexander tekinn aðeins lágt niður af Glazy, en Glazy, hann á ekki mikið líf og á engin heals. Hann á líka bara 17 kúlur í þess að mæta strömgu. Þannig að... Úff, það ekki gott. En Kart, frábært skot frá Kart. Það var fallegt. Virkilega vel brugðist við og hann á fleiri kúlur. Hann á 369 kúlur og finnur Alex þetta mögulega líka, nei, rennur fyrir utan hringinn og Alex heldur sér ennþá á lífi. En þá kemur Kart, hann mættur ofan í boxi og Alex bottaði aðeins of seint en átti samt góðan séns. Kart heldur áfram einhvern veginn að láta þennan leik virka fyrir sig. Einhvern veginn tekur hann Falcon Elsa niður í 1 HP. Kart, hann ekki með neitt skjöld. Hann verður að pússa hann maður. Komum svo. Þvílíkt rönn hjá honum. Ekkert smá. Og Emil, hann ekki inn í hring. Stormurinn, hann á leiðinni held ég. Það láta hann eiga sig. Já, stormurinn að fara að hreyfast núna eftir 5 sekundur. Steffen líka, og þetta bara það sem þessi thermalscope getur gert. Nei, sjáðu! Kart spreyja niður þarna bildin og tekur út Steffen. Dr. Hákon tók Lester. Dr. Hákon að taka Lester. Kart búinn að finna sér smá meiri heals, að bara fylla upp á materials og þess háttar. Kart on fire.
Já, núna hann bara komið sér aftur inn í hring, Gunna þarna, Emil, hann á einn í líf. Oh my god. En hann með fullan skjöld, hann má ekki taka eitt skrif út í storminn, Kart búinn að finna Dr. Hákon út í 5. Það gæti mögulega verið nóg til þess að vera einhverja sviftingar á toppnum. Og Dagur búinn að sjá Emil. Dagur búinn að sjá Emil og Dagur einmitt einn af þeim sem gæti hrifsa sigurinn af Dr. Hákoni hérna. Já. Þannig að mikið undir að fyrir Dr. Hákon og Dagur sé ekki svo sem fái þessa fellu. Emil búinn að finna sér hérna smá griðastað en áfram heldur Dagur að setja pressuna. Dagur sem á hæggrándi núna, hann að reyna allt sem hann getur og Kart þarna líka, Dagur með 100-100 Hann tók hann! og Emil, hann finnur Kart og þá það Emil, hann er búinn að bæta aðeins við sig á lífinu, 22 builds eftir hérna á Dag og Emil greinilega með nóga materials fyrst hann að berjast hérna í buildfight upp á hæggrándið. En Dagur ætlar ekki að gefa honum það frítt, Emil samt finnur góða glufu hérna og shotgun skot yfir á Dag. Dagur fyrir strax í það að drekka Big Potinn en stormurinn að koma og hann meiðir mjög mikið. Dagur þarf að finna sér einhverja leið til að komast þetta inn, gerir það og Dagur klárar þennan leik, sigrar hér annan leikinn sinn í kvöld og með Dr. Hákon út í 5. sæti að þá gæti þetta verið nóg fyrir Dag til þess að vinna hér loka daginn en við vitum það ekki fyrir það búið að reikna stigin. Vá, hvað þetta verður spennandi. Þetta spennandi maður. Þetta spennandi svo sannarlega og það sem við getum samt staðfest hér að það verður verðlaunaafhending á slaginu klukkan 4. Þá munum við algjörlega vita það hver stendur uppi sem sigurvegari hér í loka degi Elko kvöldsins, Elko deildarinnar. Við ætlum líka að gefa þessi góðu framfara verðlaun hér eftir pásuna. Þannig ekki fara langt og fylgist þið með æsispennandi niðurstöðunum hér þegar við komum aftur eftir örskamma stund. Wait, is he switching lanes?
Já, verið velkomin aftur. Við erum komið með 2 góða gesti til okkar hérna í settið. En þetta eru handhafar tveggja verðlauna hér í dag. Annars er fellu kongur loka dags elkodeildarinnar og mestu framfarinnar. Þannig að til fellu kongsins sem er svona þekktur fyrir flestum sem Ravik Lexi, þá færð þú hérna þennan gyrnilega Light Locker fyrir Fortnite, staðið til að geima fjárstýringarnar, heyrnartólin og allt annað. Plús það, þetta er bara nett Fortnite swag hérna til þess að vera með inn í herbygginu. Þetta er geðveikt. Og fylgir Alex, þú færð fyrir mestu framfæriðnar, búið að vera algjörlega frábært að fylgjast með þér, bæta þig í gegnum þessi tímabila dildinni og þrautsegjan er búin að vera virkilega góð. Hann allt annað að sjá þig inn á server í dag, þannig að til hamingju með bestu framfæriðnar, mestu framfæriðnar hér á elkodildinni á seinna tímabilinu. Viljið þið segja eitthvað? Þú vilt ekki segja neitt, vilt þú segja eitthvað? Er þetta bara góður? Ok, allt er góðu. Þið megið líka, af því að þið eru hérna inni, þá megið þið fá okkur hvaða namni sem þið viljið og þið megið fá okkur Kia-húur ef þið viljið og þið megið segja að reyta þetta hérna ef þið viljið. Vilt þú Kia-húu? Svona. Þið megið, já, fara þarna hérna, en ég heyrði að þið vildi núðlurnar. Það ekki? Núðlur eru góðar sko. Þær eru góðar. Fáið ykkur núðlur. Viltu gullhatt? Svo vel, kongurinn. Herri, takk kærlega fyrir strákar, til hamingju og virkilega vel spilað. Það fá að taka í hendina, ég veit að það er óþægilegt með þetta hérna allt hérna. En haldið áfram á þessari braut og ég hlakka til að sjá ykkur í topp 3 í komandi mótum. Herri, þá þökkum við þeim fyrir, þið megið bara rölta fram og fagna með vinum ykkar. Við hinn höldum áfram og við ætlum að kíkja á endursýningar þar hér úr lokaleiknum. Áður en að við hendum okkur í stutta pásu fyrir loka verðlauna afhendinguna sem verður hér klukkan 4. En við skulum byrja á því að sjá klippurnar hér úr loka leiknum og það er enga klippur úr loka leiknum. Já, ok. En við, já, Sölvan krassaði. Já, já. Það var svona. Það er svolítið krass þema í dag. Já, ég var að fá rosalega straum úr mæknum. Já, og ég heyrði það. Það var, ég var að hissa á að það hefur ekki fundið það sko. Já. Þetta var rosalegt sko. Ég hef ekki fengið svona straum síðan að ég var plataði til þess að grípa í rafmagnskynningu í sveitinni þegar ég var líka. Nei. Já, það var geggjað. Geggjað. Nei, sko, þetta er svo ógeðslega fyndið sko. Af því að núna er föðurfjölskyldin mín úr sveit sko, hérna Rauðanes í Borgarnesi, shoutout á Rauðanes crew, en sem sagt þá var alltaf verið að temja hesta þar. Já. Og voru hestakýringar sem voru rafmagnskýringar og það rafmagnskýringar eru bara vír. Já. Þú veist, og ég var þarna eitthvað 8 ára eða eitthvað og var bara eitthvað, nei, þetta er ekkert rafmagnskýring. Og þau eitthvað bara, jú, þetta er rafmagnskýring og ég eitthvað, nei, þetta er ekki rafmagnskýring. Og bara, ok, snert hana þá. Já. Og ég eitthvað svona, ok, þannig að ég greipi hana og ég fekk straum. Og þetta var bara svona venjuleg rafmagnskýring. Og ég náttúrulega mér brá rosalega mikið og allt það. Svo löpum við áfram og förum að hérna staðinum þar sem við erum að temja hesta. Já. Og það er svona opnanleg girðing, svona gormur. Já. Og þú veist, tengir. Já. Og ég var bara,
það er ekki séns að þetta sé rafmagnskýring. Já. Þú veist, þegar þú getur hreyft þetta á eitthvað, þú veist. Já. Og þau voru bara, jú, þetta er rafmagnskýring og hún er miklu öflugri heldur en hinn rafmagnskýringin, Já. ekki snert hana. Og ég var bara, nei, núna er það að ruggla í mér, núna er bara að segja alla kýringar séu rafmagnskýringar. Já. Þannig að ég bara, Nei. og var alveg bara eins og... Þetta var alveg þannig. Já, þetta var Á gegn. skalanum, alltaf gegn. Já. Á skalanum 1-10, hversu mikið raflost fékkstu af girðingunni? Þú veist, ég fekk bara ógeðslega mikið raflost. Þetta var girðingi sem ég gerð til þess að halda, þú veist, brjáluðum hestum frá því að hlaupa í gegn. Þannig þú varst alveg pínu, svona. Já, þetta var alveg alvöru raflost. En þannig vitið þið hvernig saga mín af raflostum hefur verið. En við ætlum að kíkja í örsnögga pásu og við komum aftur hér með verðlauna afhendinguna fyrir sigurvegarana í Elko-deildinni hér á lokadeginum eftir örskamma stund. Wait, is he switching lanes?
10 sek. Já, þá komið að loka stundinni hér á loka deginum í Elko-deildinni 4. Já, myndi ég segja frekar harðir leikir hafa verið spilaðir og aðeins einn leikmaður náði að vinna 2 leiki og það var Dagur, en spurningin hvort að það sé nóg til þess að skáka þessum 3 öðru sætum hjá Dr. Hákon og svo hver tekur 3. sætið. En það er komið tími til þess að segja ykkur frá þessu öllu akkurat núna. Við erum líka komið með annan góðan gest í settið, Aron Björn Hauksson, það ekki? Já, yes, ég myndi það. Markastjóri Elko komin hérna til þess að veita verðlaun. En þá byrjum við á leikmannunum sem að hreppti 3. sætið. Það er engin annar heldur en Emil Víkingur Friðriksson, Falcons. Emil, til hamingju með 3. sætið. Færð hér verðlaun í boði Elko frá herra Elko sjálfum. Þú horfir á hann svona holdgerfingur Elko. Hann er með svona tölvuúr og svona kemur flottur í tauginu og svona, þetta er það sem hann býst við frá Elko. En í öðru sæti, það var, þetta er búið að vera hatrum barátta hér, það er spurning hver hreppir annarsæti, það er Dagur Brabin Hrannarsson. Dagur, til hamingju. Þú færð medalju hér. Þetta ekki fyrsta? Já, að póka frá Elko. Geggjaða medaljur sko. Ég veit það. Ekkert eðlilega flottar. Það eru flottar heldur en allar medaljurnar sem ég er búin að hengja upp á vegg úr öllum fótboltamótunum hjá stráðum mínum sko. Það eru allar með einhverju seriósbandi og eitthvað. Já. En það þýðir þá að sigurvegarinn er engin annar heldur en Hákon Bjarnason, Dr. Hákon. Innilega til hamingju. Það rignir hér blöðrum. Það er í takt við gull þemað í Fortnite. Það er allt gull regn í gangi hérna. En til hamingju, færðu verðlaunin hér frá Elko ásamt medalju og að sjálfsögðu hérna safngripinn mikla bikarinn Geggjaður bikar. til að vera meistari. En ég ætla þá að fá að byrja á meistaranum okkar. Ég ætla að rétta þig mækinn, Dr. Hákon. Hvernig fannst þér dagurinn spilast hjá þér? Var þetta eftir plani? Já, eiginlega. Var eiginlega bara minn dagur. Já. DNA spætti ekki, Já. það hjálpaði. En já, svona reynslan kom bara inn. Já. Við spila Fortnite lengi, allir þessi nýju gæjar. Maður er svona á betri kantinum sko. Já. Nei, ekki að skjóta sinni skot. Nei, ég segi svona. En þetta var bara minn dagur og gekk allt mjög upp eins og planið var. Geggjað. Þannig að, já. Nú ert þú að koma, slást í lið við okkur í mótastjórn. Já. Segðu okkur aðeins frá því hvað leiddi til þess að þú ákvaðst að koma í mótastjórnina fyrir Fortnite og hver þín svona framtíðarsýn fyrir Fortnite-senuna er? Sko, það var í kringum COVID, var mjög mikið að fólki að spila Fortnite og það var eiginlega engin svona mótstjórn eða ekki neinn móthaldir og ekki neitt sko, en það vantaði mitt. Og það var 1 og 1 mót eins og Sókjubikarinn sem ég vann líka. Já. Og það voru mjög margir spilarar þá og það vantaði þennan grunn fyrir íslenska Fortnite-samfélagi. Já. Og mér langar bara að bætast í hópinn og hjálpa og byggja upp samfélagið á Íslandi. Já, það bara, við tökum öllum liðstyrk þar fagnandi og þetta er búið að vera frábært 2 tímabil hérna í fyrsta skipti sem við erum að gera eitthvað almennilega skipulag eftir kringu Fortnite samfélagi á Íslandi og það er þá með hjálp Elko, Kíu og Lukalúk og það eru einstaklega sem gera þetta mögulegt fyrir okkur. Þökkum þeim kærlega fyrir það. En Dagur, fá nokkur orð frá þér hérna líka. Hvernig fannst þér dagurinn spilast? Þegar þú komst hérna inn, bjóstu við öðru sætinu, bjóstu við sigrinum. Hvernig var þetta með væntingar? Ég ætlaði ekki svona að mæta sko. Ég vaknaði klukkan 12. Hákon var eitthvað hringið mig og hann plataði mig að koma. Já. Og ég mætti bara hann sem búinn að borða grautþunnur. Nei. Og Stóðstu samt vel með þér? Já, það gekk bara betur en ég bjóst við sko. Já. Ég spila ekki eins mikið leikinn og ég gerði back in the day. Nei. En bara reynslan vinnur alltaf. Reynslan vinnur alltaf, langt yfir væntingum hér. Yes. Að lokum Emil, Elko-deildin Emil, eins og það stektur fyrir á tímabili yngsti leikmaðurinn á palli hér í dag. Hvernig spilaðist dagurinn hjá þér? Bara vel, ég bara spilaði passív og það virkaði mjög vel. Ég náði alltaf 4. eða 3. annað. Það gekk bara mjög vel, fekk mörg stig í lokinum. Já, og þú varst að segja okkur einna áðan að þú ert búinn að vera að grænda síðustu 2 daga til að undirbúa þig. Já, síðustu 2 dagana. Ég var ekki að spila fyrir svona viku síðan, ég spilaði ekki mikið. Síðan fyrir 2 dögum þá bara spilaði ég marga klukkutíma á degi til að vinna
þriðja eða pening í þessu Já. móti. Hnitmiðuð æfing að skila sér hér í þriðasæti, palli og medalju. Algjörlega. Frábært. Þá óskum við ykkur hjartanlega til hamingju allir sigurvegarnir, allir þáttakandir og við þökkum kærlega fyrir þáttakuna á tímabilinu. Við þökkum Elko, Lukaluk og Kia fyrir stuðningin í gegnum þetta tímabil og hlökkum til framtíðarinnar með Fortnite samfélaginu og öllum okkar frábæru bakhjöllum. Þannig að þangað til næst, þá sjáumst við. Klöppum, já, ég kemur okkur klapp. Það er flott.